Já, velkomin að Rauða borðinu á 50. snemmsumars. Það margt í boði hérna í þættinum í kvöld. Í lok þáttarins þá ætla ég að slá á þráðinn til Parísar, tala við Einar Má Jónsson, prófessor í sagnfræði. Ég ætla að ræða ástandið í Frakklandi, þar sem framundan kosningar sem að Macron boðaði óvænt til. Í síðustu helgi kom í ljós að flokkur Le Pen hafði unnið þar stór sigur í Evrópukosningunum, 31% atkvæða ef ég man rétt. Það eru miklar sviptingar í pólitíkinni í Frakklandi og alls óvíst hvernig þessi leikur Macron mun fara, þar sem að hann var að vonast til þess að út úr þingkosningunum kæmi betri staða fyrir hann. Það getur vel verið að það komi út afleidd staða fyrir hann. Ég ætla að ræða þetta við Einar og kannski hvað veldur þessum aukna klofningi í Frakklandi sem er kannski á leiðinni með að fara að minna á klofningin innan Bandaríkjanna. Við höfum svolítið rætt sjókvíaeldi, nú komin tími til þess að beina sjónum að Seyðisfirði, þar sem að íbúarnir, mikill meirihluti íbúanna vill alls ekki fá sjókvíaeldi en fær ekkert við ráðið. Það ríkið sem að vill koma sjókvíaeldi inn í fjörðinn gegn vilja íbúanna og sveitafélagið sem að núna heitir Múlaþing, áður var Seyðisfjörður sjálfstætt sveitafélag en það ekki lengur. Að Múlaþing gerir ekkert til þess að reyna að stoppa það eða ná fram vilja íbúanna. Magnús Guðmundsson, hann tölvunarfræðingur og brottfluttur Seyðisfirðingur, býr hérna í bænum en hann bjó lengi á Seyðisfirði og var í sveitarstjórn held ég 16 ár. Hann tekur þátt í starfi andofshóps sem að kalla sig Vá og ég ætla að fá hann til þess að ræða þessa stöðu að það sé verið að þröngva sjókvíaeldi upp á Seyðfirðinga sem að vilja það alls ekki. Björn Þorláks fær hérna gest á eftir sem að heitir Drengur Óli Þorsteinsson og sviðsstjóri hjá HMS. HMS hefur verið svona á þessu ári að beina svona skarpari sjónum á leigumarkaðinn þar sem að staðan hreint afleidd og margt sem bendir til þess að hún eigi eftir að versna. Við erum í mikilli húsnæðiskreppu, það lítið byggt, það ekkert sem bendir til þess að það muni lina kreppunni, það gríðarlegur fjöldi sem sækir hverja íbúð sem losnar, margt sem bendir til þess að íbúðaverð hafi hækkað snarlega á þessu ári og eigi eftir að hækka. Þeir ætla að reyna að ná svona einhverju mynd af þessari stöðu Björn og Drengur hér á eftir. En áður en að þeir taka sviðið þá kemur hingað góðkunningi þáttarins Ásgeir Brynjar Torfason. Ég ætla að ræða við hann efnahagsmál eins og við höfum gert hér alveg frá upphafi Rauðaborðsins. Þessu sinni ætlum við að labba okkur svona í gegnum svona ráðstefnur og fundi sem að Ásgeir Brynjar hefur farið á velsæld og breytingar í hagfræðinni, líka gengismál og eitthvað fleira. Við höfum trú á því að með því að ræða þessa ráðstefnur og fundi og þær hugmyndir sem að þar komið fram, þá getum við kannski dregið upp einhverja mynd af stöðunni hérna á Íslandi, en ekki síður kannski hvernig standi á því að svona svo umbreyting sem orðið í hagfræði og kannski hugmyndum hlutverk ríkisvaldsins og ríkissjóðs á liðnum árum, hvers vegna þeir ná ekki hingað, hvers vegna þessi markaðsfundamentalismi eins og Ásgeir Brynjar kallar það ríki enn. Við höfum stundum kallað þetta bara nýfrjálshyggju, en það kannski, það vill ekki kannast við hana, þannig að kannski eðlilegt að fara að kalla þetta markaðsfundamentalisma. Ofsatrú á markaðslausnir. Sjáum til hvað kemur út úr spjalli mínu við Ásgeir Brynjar hér á eftir. En ég ætla að skjóta inn hérna smá auglýsingum á eftir, en áður en að því kemur þá ætla ég að minna ykkur á að við erum í smá átaki hérna á samstöðunni. Við erum alltaf að reyna að byggja upp samstöðuna og eflana og hefur gengið ágætlega með ykkar hjálp. Næsta skref að koma á fréttayfirliti í haustinu, við erum að skipuleggja það, við erum að safna kjarki og kjarkurinn byggist fyrst og fremst á því að skoða hvort að fleiri séu að gerast áskrifendur. Þannig að ef að þú hefur alltaf, eða verið lengi að hugsa það að gerast áskrifandi á samstöðunni, þá hvet ég til þess að gera það sem allra fyrst, því að það hjálpar okkur að taka ákvarðanir næstu skref í uppbyggingu samstöðarinnar. Þið getið gert áskrifundur með því að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið ætti að vera nokkuð ljóst. Þið getið
borga 2.500 krónur eða meira við viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðunni tilraunaverkefni, hvort það hægt sé að byggja upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Sjáum til hvernig það gengur. En framundan eru viðtöl kvöldsins. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Þarftu að tala um borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að fara aðeins yfir efnahaginn með Ásgeiri Brynjari Þorvarsinni eins og við gerum stundum. Vertu velkominn. Herðu, þú ferð á ýmsar ráðstefnur, frelsar okkur frá því og svo fáum við þig hingað bara til að segja okkur frá. Það sem var núna í vikunni var svona velseldarráðstefna í Hörpu. Það er þetta ekki verkefni sem að Katrín Jakobsdóttir setti í gang að vinna að því að draga fókusinn á efnahagsmálum og ríkisfjármálum yfir í velseldarmarkmið? Jú, hún var með þarna, þær komu stundum fram Jessica Arden og Nicola Sturgeon og hún, forsætisráðherrar í það sem allar eru fallnar. Nýja-Sjálandi og Skotlandi, já. En þetta er svo sem verkefni sem á sér bakgrunn lengra áður, ég meina það var eftir fjármálahrun talað að verglandsframleiðsla, VFLF eða GDP á ensku, Gross Domestic Product, væri óheppilegu mælikvarði. Þetta er mælikvarði sem segir okkur hvort það sé hagvöxtur eða efnahagssamdráttur. Þetta hefur verið rætt lengi en þessar ráðstefnu sem eru hér, þar sem að kemur eitthvað fólk saman og ræðir þetta, líklega endur nýjar ákvörðun sína það að við ættum að vera með fókusin annar staðar, að það er svona afrakstur af starfi Katrínar. En er eitthvað merki þess að íslensk stjórnvöld hafi breytt stefnu sinni til þess að draga úr áherslu á hagvöxt en auka áhersluna á velsæld? Í tölunum er kannski svolítið erfitt að sjá það. Mér fannst það svolítið, ég veit eiginlega ekki hvaða lýsingar á að nota það. Bjarni Benediktsson fékk afhent hana verðlaun, svona verðlaunagrip fyrir árangur Íslands í þessum málum og en eins og þetta horfði við mér að því ég satt nú í fjármálaráðinu og var að lesa þessar fjármálaáætlanir og þá fór það úr því að vera 2 síður upp í að vera 6 síður, svona umræða í greinargerðinni í byrjun velsældina og velsældarhagkerfið og mælikvarðana sem væri verið að þróa og þá virtist mér alltaf hann síðan stoppa í fjármálaráðundinu áætlanir Katrínar eða fyrirhugaða
með því að maður sá ekki mikið svona útkomur í hinnum raunverulegu tölum en nú þetta kannski ofsnemt en þá þetta annað sinn sem þessi ráðstefnu haldin hérna. Ég held nú að hún sé borguð að hluta til af Norrænu ráðherranefndinu og Evrópusambandinu en það og það voru 4 íslenskir ráðherrar sem komu hana og sem 5 dögum og 2 borgarstjórar og hérna og það allavega gott að umræðunum þetta sé en svona ef ég tek alþjóðlega vinkling þetta bara á ráðstöfunum, það ekki þetta sjá neinn merkið þess út í samfélaginu. Nei, og það ráðstöfunum geta náttúrulega orðið bara svona dagvist fyrir opinbera starfsmenn. Já, og versta við það sko, það koma 4 ráðherrar á tala smá en svo enginn af þeim hlustar. Sko. Þeir fara allir á næsta fund og þeir væru kannski þeir sem þyrftu helst að hlusta á það sem er sagt hana. En það hérna... Þannig þeir sem að sitja í salnum og að hlusta eru þeir sem eru löngu búin að átta sig á erindinu. Já. Þannig það er verið að messa yfir kórnum. Já, mögulega. Nú gæti ég ekki alveg setja hana allan tíma því ég var að koma sumarblaði vísbendingar í prentun, það kemur á föstudaginn. Við getum haft þátt það seinna en það var til dæmis eitt sem ég tók eftir hana var mjög áhugavert að það var svona frá nokkrum borgum í þessum borgarstjórasessjóninni og hérna og þá var Cork, Brno hérna í Tjekklandi. Já, og Utrecht í Hollandi. Svona, þetta allt borgir á stærð við Reykjavík. Sko. Og þú veist, mann bara langaði að flytja til Cork þegar maður sá hvað þeir var að gera. Ég held að ég það sama við þegar sko, borgarstjóri Reykjavík fer til Cork og heldur ræðu um Reykjavík að það langar fólkinu í Cork að flytja sko. Því það verður nú að segjast um þessar ráðstefnur þegar fólk að lýsa eigin verkum að það menn ekkert að draga úr sjálfsólinu sko. Nei, já þarna var nú frá Reykjavík bara verið samdráttur og unglingadrykki eitthvað þess en sko planið í til dæmis Cork er vöxtur 120.000 mann sko úr 320 í 450.000 á bara næstu 10 árum og það er bara verið að gera neðjarlest og tengja við lestarkerfið yfir í stórborgina kring og hjólabrautir og ný græn hverfi, þú veist, það er bara uppbygging á... Og heldur þið að gera þetta? Ég meina, Dagur B. á svona glærusýningar um stokkin í Miklubrautinni og alls konar dóttir í, en það er bara, og borgarlínunum náttúrulega. En hérna bara er þetta ekki gert, þetta endar á glærunni. Nei, hann gæti hafa verið að blöffa mig, kynnirinn þarna, en ég hins vegar sko veit að tölunar sem hann var að segja, Cork er að nota penningi úr European New Green Deal, það er búið að vera áhersla á uppbyggingu, sko, þannig að annað dæmi, Utrecht, þeir eru bara búin að móta sér stefnu, þeir ætla að vera með lækninga við öllum krabbameinum, það er besta háskólasjúkrahús í Hollandi fyrir börn með krabbamein og þannig er bara tækni, þróun og uppbygging, þannig að sko og þú veist, síðan Bruno, þú veist, það sem að ég tók út úr sér að sko Evrópa er búin að fatta að það að halda hæfileikaríku fólki í góðu lífsumhverfi er það sem að skipulagið þarf að snúast og baráttan er í raun og veru það að byrja töpu við góða fólkinu eða ætlum við að skapa því góð lífsskilyrði hérna og gera við gott umhverfi fyrir barnafjölskyldur að því að það er minnkandi og aðgerðina sem maður sér og fjárfestingar áhersluna sem ég sé úr tölunum þar, svona fljótt á litið, ég er ekki búin að lesa eins mikið dítil eins og ég er að það verið að gera það verið að reyna að bæta lífsumhverfið og lífsskilyrðin og hérna. Og hvernig bætur þú lífsskilyrði? Með því að hafa almenningssamgöngur? Já, geta 5 mínútna borgin, þá getur komist labbandi, hjólandi, gangandi á 5 mínútum í maturbúðina, leikskólan, þú veist, það er... En íslenskt samfélag, þjóttunum Reykjavík, hún er ekki á þessari leið, við sjáum hérna, það er mikil þétting byggðar hérna og maður geti haldið það að fókusinn væri þá
að búa til svona 5 mínútna borgir. Já. Það var kallað 7 mínútna borgir að það væri að gömul kona þyrfti ekki að vera lengur en 7 mínútur að labba til læknis. Þetta var einhvern veginn sagt við mig að væri reglan í París og inn í apótek. Hér það verið að þétta í 101 og víðar en öll þjónusta, hún út á Granda, þar eru þetta 4 eða ekki 1, 2, 3 stórmarkaðar allavega í röð, þar eru 2 apótek en ég bý svona svolítið miðsvæðis og það orðið erfiðar að fara í apótek, það búið að loka nokkrum inn í hverfunum. Það öll heilsugæsla miðbæjarins út á Seltjarnarnesi. Sérfræðingarnir eru oft upp í Ögurhvarfi eða eitthvað staðar enn lengra, nokkrir í Ármálunum. Við getum haldið áfram að tala svona þjónustu, að þjónustan en hins vegar mjög stutt í næstu lundabúð og næsta bar. Og 90% íbúðunum eru seldar til einhverja sem að kaupa íbúðunum 3, 4 eða 5 sem að þannig að Reykjavík hefur ekki verið á þessari sömu þróun og brún og korp og útrykt. Nei, það verður ekki tekist held ég og það tengist mögulega að hér þessi ofurtrú á markaðsfundamentalisman sem leyfist að kalla það út frá Berlínarfundunum sem ég var á. Þannig að apótekari má hafa apótekið þar sem hann vill hafa það. Já, og það má ekki setja of strangar reglur af hálfu hins opinberum hvað eigi og þurfi og megi ekki. En ef apótekarinn setur apótekið sitt það sem hann vill hafa það, það þá ekki þannig að það sé það sem hagkvæmast vegna þess að hann setur það inn það sem að fólk fer og kaupir í matinn, það sem að stórmarkaðurinn Stórmarkaðurinn hann vill ekki vera vill ekki að fólk komi labbandi því að hann vill að fólk kaupi svo mikið að koma á bíl og noti innkaupakerfur til þess að hlaða inn. Þetta þau græða á þessu, bæði kaupmaðurinn og apótekarinn, en þetta segja þetta sé hvorki þjóðhagslega hagkvæmt né gott fyrir íbúana. Nei, og þarna bara, við eigum virðist mér miklu erfiðara með að breyta. Við erum bara ennþá með fjölgun bíla. Þú veist, þó við stuðlum að með fullt af penningur ríkissjóði að stiga fólk að kaupa rafmagnsbíl. Þá bara bætti það rafmagnsbílum við og traffíkin bara ennþá yfir þéttari í viðbúti við fjölgunina. Og það ennþá svona umferðarmenningin að bílar flauta út á hjóli, bílar vilja ekki stoppa fyrir gangandi eða hjólandi. Þannig að þetta er eitthvað skonar svona, já, aftur, börnin mín þegar við fluttum á síðan að eftir því sem eftir að keyra þar og tóku eftir í hér á landi að það var aldrei ekki séns í umferðinni Íslendingar eiga réttin og vilja ófrjálsi vilja helst ekki gefa. Og eftir því sem að bílarnir voru dýrari eða stærri jeppar þeim mun frekari voru þeir í að Það mun ólíklegra að dýrbíl stoppi fyrir þeir á gangbraut heldur en ódýr bíl. Ég gangandi vegfarandi og þetta bara svona. Og það líka annað sem að það að ganga yfir gangbraut og það ljós og svo kemur hann að tímabil sem var svona blikkar, stundum það gult og það heldur að blikki hjá ökumönnunum sem að þegi það að ef það enginn þá máttu halda áfram. Að það mjög eigur líkur á því að bílstjórinn skilgreinir að nú eigi hann réttin og hann eigi bara að keyra þig af gangbrautinni eftir því sem að bílinn dýrari. Og þetta einhvers konar svona, ég veit ekki hvaða orðum á öfga eða markaðsfundamentalismi. Þetta að ég sem hef meira peningalegt afl, ég ræð. Og þá heldur samfélagi áfram á einhverju braut sem að mér sýnist að hinn samfélagin séu að setja gífurlega ekki bara peninga heldur afl, skipulag, reglur, umhverfi og umbreytingu í að gera breytingar á og það einhvern veginn að renna meir og meir upp fyrir mér að það einhvern veginn svo rosalega mikil andstæða við breytingar hér. Það þarf einhvern veginn alltaf að vera bara eins og á því. Ég var á kallaður niður á þing í gær. Ég nenni ekki að
það er best bara að segja frá því, skilur, þetta er opinbert, þingið er opinbert og maður er kallaði fyrir þingnefndir og hérna með dagsfyrirvara því þeirra fellum Íslandsbanka frumvarpið. Nú er það nýtt frumvarp að þriðju tilraunina til að selja Íslandsbanka og það sko, mann eiginlega bara sko fallast hendur. Það er þannig að markaðsett útboð, sko. Ég veit ekki alveg hvort þið viti hvaða hugtak það er eða hvað er markaðsett útboð? Já, sko, því ég fekk nú sólarhring til undirbúa mig og fór og las þetta frumvarp og þá samkvæmt bankasýslunni sem þetta frumvarp snýst að fara framhjá að þá er markaðsett útboð með ensku hugtaki í svega hérna fully marketed offering sem að snýst sko roadshow, þú veist, ef maður hefur starfað á alþjóðlegum fjármálamarkaði, það fari nokkrar vikur í kynningar milli, en það eru líka þá sko full underrated, full hérna tryggt útboð, það er einhver stórbanki sem segir, heyrðu, þetta er svo flott rúsína, hér er að fara að selja. Þannig að Landsbankinn mun tryggja útboðið. Og bara seljandi segir, ok, hérna, og þeir taka síðan áhættuna, ef ég selja ekki alltaf þá kaupum við það og selja það á næsta mánuði og tökum annarkvort smá hagnaði, smá tap, sko. Svona virkar þetta á alþjóðlegum alvöru mörkuðum, en hér er verið að setja reglur og leyfi og lög og jafnvel sérstakt frumvarp til að fara fram hjá bankasýslunni að því mér virtist við hennan hraðlestur á einum sólarhring fyrir þingnefndina til þess að gera það sem auðveldast fyrir söluaðilana að ná að selja þetta sem hraðast og sko markaðsverðið er undir bókfærðuverði á bankanum. Það var í fyrri 2 útboðunum alltaf að tala býtu ef að markaðsaðstæður væru góðar. En núna er búið að búa til eitthvað hérna, það þurfi svo mikið peningi ríkissjóð á Grindavík eða eitthvað þó að skuldahlutfallið sé kringum 30% þá eins og það var að það verði að selja og ég spurði bara í þingna býtu liggur svona á að selja bara því það er að fara að koma kosningar eða sko hvert er markmið ykkar með lagasetningunni og það er A og B bók og getið umbætur á frumvarpinu að það var óljóst í fyrri frumvarpsdrögum hvort að hver söluaðili geti verið með sína tilboðsbók þannig að það var bara svona í uppsiglingu svona Excel-vesen eins og í síðasta útboði en samt er sko heimil til að hafa einn eða fleiri aðalumsjónaraðila hver á að vera með umsjónina og yfirsýnina á útboðinu og hver heldur utan ekki Íslandsbanki, það er eitthvað fyrir þeir mega ekki koma nálægt sölunni og hvernig valdir ráðuneytir og ekki Bankasýslan og Bankasýslan er þannig samt til hliðina og ég sagði bara býtu sko hvað eru þið að reyna að gera með þessu frumvarpi þegar þið eru ekki búin að setja frumvarp að breytingar á Bankasýslunni heldur að setja sér frumvarp eins og að væri sér frumvarp virkjun sem þyrfti ekki að fara í gegnum orkustofnun. Það er verið að tala það núna í hægrinu að nú verði að setja einfallega lög til þess að fara fram hjá þeim leiðum sem að var búið að gera samkomulag til þess að taka ákvarðanir virkjanir. Að nú er orkuskorturinn orðið svo gríðarlegur að nú verði bara að setja sér lög. Það mun koma næsta vetur. Og þú veist, ég sagði bara við hann sko, ég meina gervigreindin þýðingavélarnar eru svo góðar og hérna Bloomberg eða alþjóðlegir fjárfestar þeir sjá alveg hvað þeir eru að gera sko þið getið ekki falið ykkur bakveg eitthvað eða látið lítið út fyrir eitthvað Nú hvað eru þeir að gera? Já, þú veist, það mun engin alþjóðlegur erlendur fjárfestir vilja koma til Ísland sem er land sem setur... Það er engin erlendur fjárfestir nefnir einhverju braskarar sem hafa áhuga á því að kaupa hluti í íslensku bönkum. Það sást bara í þessum útboðum. Það kom einhverju erlendir brasksjóðir og það er alltaf litið á eins og eftir svona verður að fá einhverju erlenda aðila. Alveg sama hvers lið það er. Þetta er bara eitthvað svona brasklið sem að tók inn, keypti eitthvað, sá að það gæti grætt á þessu, seldi þetta aftur eftir 2-3 vikur, tók út einhvern miljard og það þótti vera rosalega ávinningur að hafa náð inn einhverjum erlendum aðilum. Nei, og ég er ekki að tala heldur sem fjárfesti í bankanum, heldur bara hvernig viðskiptahættir á Íslandi það birtist í Íslandsbankamálinu. Þannig að það vill engin snerta land sem svona viðskiptahættir sko
stundaðir í, ég meina peningaþvætti sektirnar sem að bankarnir eru að fá, þú veist, þetta bara, við komum út í alþjóðlegu ljósi eins og einhver svona hvað sem við erum. Já. Það verður spilt hagkerfi sem er rekið fyrst og fremst til þess að koma eignum og völdum og auðlundum í hendur fárra. Já, og kannski er það bara afhjúpast og elitismin í stjórnmálunum, nú það er piparúð að nota þess og ráðherra geti kyrst af þingfundinum, sko. Þú veist, löggan er svona eins og pikkalóar fyrir svínakótilettunar inn í hvalbátinn, þú veist, þegar mótmælendurnir voru þó farnir, sko, og svo eru þeir svona, þú veist, ekki, eins og ég sagði síðast frá, þegar ég var í Berlín, ekki til að leyfa tjáningu mótmælenda, hvort sem það við umhverfisvánni, stríðin í Palestínu eða hvalveiðum, heldur þeir svona eins og einhvers konar stýrendur á flæði fólks í flughöfn, þannig að passa að vera ekki stopp, að passa að sé ekki háaði fyrir utan bílinn hjá ráðherra og að ráðherra þurfi ekki að bíða í 10 mínútur og heyra í liðnum mótmæla, heldur að hann geti kyrrt beint í gegn, sko. Þegar ráðherra ferðast í ráðherra bíl. Þið geta labbað, ég svo að píratarnir löbbuðu nú bara í burtu. Herðu, en ég veit ekki hvernig þetta tengist velsældinni. Það er þess að við höldum ráðstefnur velsæld og fáum hingað fólk sem að telur að þetta sé hluti af svona straumkörfunum í bæði hagfræði og hvernig við metum árangur í samfélagi, sé að mæla eitthvað annað heldur en bara hagvöxtinn. Þetta birtist hér sem svona ráðstefnur, það sem að ráðherrarnir koma og halda smá tölu og fara svo. Þú eru á tilfinningunni að sé kannski enginn af þeim sem er að taka ákvarðanir í þessu samfélagi sem er að hlusta. Þannig að þetta er kannski svona tilraun til þess að ná inn einhverjum svona hugmyndastraumum sem eru í gangi í Evrópu og víða heiminn. En það er kannski langt þangað til að þetta eru fáir dropar sem er að reyna að hola stóran stein. Já, sko, ég hitti hana gamlan vin síðan úr svona New Economic Thinking netverkinu sem ég var í sem nemi fyrir 12 árum og hann er búin að koma á fót hugveitu í Kaupmannahöfn með, þú veist, 6 starfsmönnum og eru með styrki úr 3 sjóðum og eru að byggja upp norrænan þá netverk hugveitna sem eru að vinna að innleiðingu velsældarhagkerfisins á öllum Norðurlöndunum og norski kolleginn hann var mjög áhugasamur og svo var eitt frá Svíþjóð sem að, þannig að þetta var alveg skemmtilegt svona eins og þegar maður fer út til útlanda að hitta svona gamla vini en það bara er engin hugveita á Íslandi, það er ekki viðskiptaráð og það er hugveita og ég myndi vilja reyna að stofna hugveitu, þú skilur, hvað er þetta að sækjum styrki til að koma á bara 2 manna skrifstofu, ekki 6 manna til að vinna í þessum málum en þú veist það er ýmis góðmerki líka, ég meina Alþjóðaheilbrigðisstofnunin er að leggja áherslu á þessi velsæld, það er verið, þú veist, það er ekki komin stöðluð mæling í heiminum, þannig að það er verið að prófa alls konar, það er gott að við séum allavega með augun á því, vonandi síast eitthvað inn hjá ráðherrunum sem síast oft inn þegar sko ráðherrarnir fara á erlenda fundi og þá taka með sér heim, við sjáum það til þess nú er allir að kaupa vopn fyrir Úkraínu og þá koma ráðherrarnir heim og vilja líka vera eins og hinir og kaupa vopn. Þannig að mögulega fara ráðherrarnir á svona ráðstefnur og koma svo tilbaka og vilja gera eins og hinir, að vera með fókusin á okkur öðru heldur en bara hagvexti, heldur líka velsæld íbúana. Já, en sko ef menn myndu nú vilja vera svolítið Kvennabaráttan kom hingað svona í kringu 1960 fyrir rauðsökurnar að þá var það mikið til vegna að það var búið að setja markmiðum sömu laun fyrir sömu vinnu bara í alþjóðlegum stofnunum á þess að hafi verið nokkur umræðar á því á Íslandi það og það kom að sömuleyti svona ofan eins og við getum sagt þannig að það er möguleiki að eitthvað að þessu hríslist inn á ofan en við erum nú ekkert ofbjassín við Rauðaborðið að það til dæmis hefur ekki ennþá borist þau tíðindi að nýfrjálsíkja set á inn. Við verðum að vona það besta en ég veit ekki sko tölurnar hér ef ég tek annan út úr tengslu við þetta ég meina nú það er efnaðar samdráttur upp á 4%. Á fyrsta út af loðnan hvarf.
og ferðamannafjöldin að fara niður. Það ekki komið fram í þeim tölum, sko. Það má búast við að það komið fram núna í öðrum og þriðja ársfjórðungi. Og svo komum við með hvalveiði frumvarp sem lætur ferðamannatöluna fara enn meira. Það er nú erfitt að sjá samhengi þar á milli. Já, hann var í fréttunum í gær bara formaður samtaka ferðamannastjóra. Já, hringt og spurt, þú veist aldrei hver það sem að hringir. Það getur verið sá sem að búa til þrýstingin. En ég held að sé ekki með sanngirni hægt að segja að hvalveiðar hafi dregið úr ferðamannastraum til Íslands því að ferðamannastraumurinn hefur vaxið. Já. Sömu fyrst á of mikið, þannig að kannski það bara gott að hvalveiðarnar dragi aðeins úr ferðamannastraumurinn. Ég skal koma í sérþáttum ferðamannamálum þegar sumarblaðið verður komið út, en punktun er samt þessi, þú veist, Eyjafjallaelgosið dró til okkar fullt af ferðamönnum, mjög líklega. Það er ekki víst að Reykjaneseldarnir sé að draga til okkar fullt af ferðamönnum, þó að það hafi dragið eitthvað svona hóp sem vildi sjá elgos. Þegar það er búin að vera fréttir rýmingu Grindavíkur, að það sé nú aftur elgos, þetta sé, þú veist það. Þannig að við skulum bara þar eru svona... Það dettur út Bláalónið sem er aðdráttarafl og líka fyrir þá sem eru í svona stopover að það var eiginlega algengast að ef að þau stoppuðu eitthvað á Íslandi þá var það bara túr í Bláalónið. Já, en hvernig svo sem það fer að þá efnast ástandið hér þannig, svolítið einstakt með við það sem að gerast út í heimi. Það að vera umræða núna kom minni verðbólga, meiri atvinnu, störfi í Bandaríkjunum, tala að vextinum fari mögulega að lækka þar, Bretland og evrópski var að gera, þú veist, þannig að þar öll umræðanum nú verðbólgan búin, þetta að fara niður, hvenær verða lækkanar, hver hratt og vel. Hér komin efnahagssamdráttur en áframhaldandi verðbólga. Stagflation enska hugtakið, stöðnuna verðbólga sem hræðilegast. Fólk sem að lifði í 8. áratuginn á að geta munað eftir. Já. En þótt að við höfum ekki lifað þann tíma, það var mikil hagvöxtur á 8. áratugnum á Íslandi og mikil verðbólga. Þannig að við lifðum ekki þetta tímabil. Það var aldrei verið hér verðbólga og samdráttur á sama tíma. Nei, nema núna, mögulega. Og ég held að menn veit ekkert hvernig það bregðast við því. Þetta það ástand út í heimi, í Bretlandi og Bandaríkjunum sem gat af sér til dæmis þá hugmynd að nýfrjósöki geti verið lausnin. Það kom í gegnum svona erfiða tíma þar sem að fólk og fjölskyldur höfðu lifað mörg ár og upplifað að kjörin þeirra væru sífellt að versna. Og sá ekki neina von. En það á ekki við 8. áratuginn á Íslandi. Það var gríðarlegur bæði kaupmáttaraukning. Það var mikið búm en þá að koma í gegn að fulli yfir á Íslendinga yfir fiskveiðiauðlindinni. Allir skuttogarnir, gríðarleg uppbygging út allt land. Þannig að það var þannig á þessum tíma á Íslandi. Þannig að þeir sem að lifðu 8. áratuginn ekki að bera saman við hvernig það var á Íslandi, heldur reyna að rifja upp hvernig það var í öðrum löndum. Já, einmitt. Og þannig að þú veist, þetta bara, vonandi var þetta bara loðnan og vonandi festist þetta ekki í sessi sem efnahagssamdráttur og verðbólga, en hagvöxturinn var of mikill, ferðamannavöxturinn var of mikill. Ég meina, það var í sumarblaði vísbendingar í fyrra viðtal við Má Guðmundsson, fyrrum seðlabankastjóra, og hann sagði þar mjög skýrt: íslenskt efnahagslíf ræður ekki við þennan vöxt. Hvað gerist þá ef vöxturinn er of mikill? Hvernig birtist skaðinn? Eitthvað verður undan að láta, og það til dæmis hefur birst hér í þessari þrálátu verðbólgu sem hefur haldist hér meðan hún að fara niður. Dregur niður lífskjör almennings. Það verður líka sem að leiði til vaxtahækkana, sem að leiðir stundu til þess að lán eru tekin af þeim sem að líta á að þeir séu í einhverjum svona
vaxtargeira eins og þess ferðaþjónustunni. Þannig að athyglin fer meira yfir á greinina sem að getur ofrist sig og núna er verðlagið svo hátt að túristarnir láta ekki bjóða sér þetta og þá getur hún ofrist sig og þá fellur hún og við tökum tekjutapi á því en við erum líka með eiginlega alla fjárfestinguna sem við eyddum á þessum tímabili í atvinnugrein sem er að falla niður á meðan að það sem að atvinnugreinar sem ættu að taka við að þær eru kannski 1, 2, 3 árum eftir í svona einhverju svona fjárfestingafasa og sko þannig er aftur þessi sami skortur eða hræðsla eða ótti við stýringu á að hlutverkins opinbera sé sko að setja reglur, umferðarreglur, stýra því sem að því hér hefur verið þessi markaðsfundamentalismi, bara að leyfa markaðnum að gera þetta frjálst og það muni finnast bestu leiðir út úr því og þú veist, ef það er bara fleiri og fleiri ferðamenn því það skapar hagvöxt og hagvöxtur og góður í gegnum COVID og gegnum efnaðarsamdráttin eftir bankarhrun og núna gegnum þú veist, að þá þú veist, hvað ætlum við að hafa bara rútubílastæði á 4 hæðum við Gullfoss, þú veist, og bara auðvitað hætta ferðamenn að koma, þeir eru okkur færibandi þar, þú veist, og það er sko, það voru notuð tækifæri í COVID á ýmsum stöðum til að endurskilgreina, þú veist, verksmiðjurnar sem voru lokaðar, máluðu gólfið skipt út vélum sem voru orðnar lélegar eða, þú veist, ég meina ég held að einhver ferðaþjónustufyrirtæki hér örugglega, þú veist, ef við komum í Friðheima, Tómbata, þú veist, það er allskyns hægt að gera ef maður er sko að fara í gegnum eins og COVID var og er að koma svo út sterkari og við erum sko mögulega bara að fara að finna eitthvað jafnvægi ferðamanna strömi, ég veit það ekki en vandinn er samt að sko, ef við erum búin að prísa okkur alveg út þú veist, ef það er jafndýrt að fara í safariferð til Afríku eins og hingað og sama tíma og það er kannski stríðsógnin og ríkir Amerikanar af einhverjum trúarættum fara kannski bara fyrir til Alaska heldur en að fara til Evrópu eða Alpana eða Ísland sko. Þá komum kannski að öðrum fundi sem að þú fórst á sem að var prófessor Aliber, eða ekki? Jú. Aldraður maður á tíræðisaldri sem að er svolítið svona góðsögn á Íslandi vegna þess að í aðdraganda efnahagshrunsins að þá kom hann og hélt fundin upp í háskóla og var með erindi fundarins var eiginlega ferðin frá Keflavíkurflugvelli í leigubílum þar sem hann sá alla þessa byggingakrana og hann byrjaði að tilkynna það að íslenskt efnahagslíf var að steypast á hausinn af því að þetta var aðferð sem hann hefði notað. Já, vísitalan fjölda byggingakrana. Og hann hafði náttúrulega rétt fyrir sér. Já, hann hefði séð þetta í Tævan og fleiri löndum áður. Sem er náttúrulega þannig að þótt að menn hafi rosalega trú á einhverjum Excel-skjölum og svona, þá er náttúrulega hagfræði líka svona, þetta er hugvísindi, allavega félagsvísindi. Félagsvísindi kannski. Það sem að menn eru kannski, þú veist, verða læsir og það á nú oft við gamla menn sem hafa lifað lengi, að þeir verða svolítið læsir á svona einstök atriði og geta dregið ályktanir af tiltölulega takmarkuðum skilabóðum af því að notað reynsluna sína á innsæði til þess að segja þetta. Núna kemur hann hingað heim og hann segir að gengi sé allt og hátt. Já, sko hann kom einu sinni í millitíðina, hann kom eftir hrun, þá hitti hann líka og þá var hann búin að uppfæra, hann hefur uppfært verið annar höfundur af bók Kindlebergar sem er látin fyrir löngu, Mania, Panics and Crashes ofurlæti hvað er panik á íslensku svona örvænting og hrun ofurlæti, örvænting og hrun og þetta lýsir allt frá Tulipannabólunni í Amsterdam og Ísland er komið með 20-30 síður í nýju útgáfuna þessari, síðan kemur hann mestum oflæti og núna kemur hann og segir að hann talar allt fallega Ísland bara hissa hvað þetta sé mikið
hvað hér sé mikil velsæld, ef ég má nota það orð í þessu, sér enga fátækling á götunum og bara miðað við það sem hann kemur í Ameríku, finnst honum þetta bara ásamlegt að sjá hér svona virkt og öflugt hagkerfi, byggja nýja spítala og hérna, en hann segir alveg bara galla á hvað það er ótrúlegt hvað þeir eru búin að ná að halda gengi íslensku krónuna lengi, svona 15 til 20% á háu. Ég veit ekkert hvort að svo tala sér. Það sem að gerist þegar gengi er of hátt, að það er í svona, ef við værum með eitthvað svona auðlindahagfræðing, hann myndi segja okkur að þetta sé mein á samfélagum sem við keyrðar áfram af auðlindum. Og þá er það freistnivandi, eða freistni stjórnmálanna er að halda genginu háu vegna þess að auðlinda atvinnuvegurinn, hann þolir það vegna þess að hann fær ókeypis aðgengi af auðlindum, getur verið gull eða demantar eða málmar eða fiskur eða hvað sem er, eða orka. Og hann þolir það og með því að hafa gengið hátt, þannig að þessi fyrirtæki fái þá lægra verð fyrir afurðir sínar, erlendis í krónum talið, að þá er hluti af auðlindarentinu fluttur inn til landsins í ódýrum innflutningi. En hliðarverkunin af þessu það að það vex ekkert annað nálægt þessu. Að það er ekkert engin önnur starfsemi sem getur lifað við þetta, og kannski erum við að horfa upp á það að þótt að sjávarútvegurinn geti lifað við þetta háa gengi, og getur ferðaþjónustan það ekki. Og þess vegna eru ferðamönnum fækkandi. Og þá virkar það þannig að það verða svona fráhrindis áhrif að sjávarútvegurinn og orkugeirinn, sem er stóriðan, strókar út ferðaþjónustuna vegna þess að það geti ekki lifað við sama gengi. Var hann að ræða þetta að þetta væri ástæðan, að við væri svona bara klassískt auðlindahagkerfi sem að væri með lötum stjórnvöldum, sem að væri að kaupa sér svona tilfinningu almenning sem að hefði ágætt með þess að kókapössu væri ódýrara? Nei, hann fór ekki, hann var þannig aðalega að tala varðandi lífeyriskerfið, þannig að það var nú fókusinn og hérna. Það kom og það var tilefnið, þannig að svo var hann að ræða efnahagskerfið. Og hann var með svona, 2 punta, en hérna þetta var hliðarpunkturinn hans varðandi þetta, mikilvægasta verðið í hverju hagkerfi er verðið á gjaldmiðlinum. Og þess vegna þannig er hann að segja að þetta sé og þetta bara skekkir, segir hann, en svo er hann hins vegar hissa hvað þetta hafi haldið svona lengi. Ef að menn ætla að fara að tala hér að kalla fram gengisfellingu, eins og var gert fyrir útveginn í gamla daga, eða þegar útvegurinn réð ekki við þetta, þá var gengið fellt. En eða þá að þetta muni gerast, að þá mun allur innflutningu verða dýrari og verðbólgan halda áfram, þannig að þarna erum við komið með aðra hræðilega þverstæðu í hérna. Snjóhengju. Sem lýsir eiginlega, hversu. En ef við vorum að auðlindirnar, ég má skjóta inn, aðferði sem þjóðir hafa notað út af þessu, til dæmis hjá félögum okkar í Namibíu, sem við þekkjum núna út af Samherja, að þar eru auðlindirnar skatlaðar. Þannig að tekjuskattur fyrirtækja í venjulegu fyrirtæki kannski 30%, en ef að þú ert í málmvinnslu og námum, að þá er hann 45%, og ef þú ert í gulli þá er hann 60%. Og þetta er gert til þess einmitt að það sé hægt að halda þá genginu miða við aðra atvinnugreinar. Þannig ef við myndum miða gengi við þarfir ferðaþjónustunnar, að þá er þið til ógnargróði bæði í álverunum og í fiskvinnslunni, og Namibíumenn fara þá leið á því að skattleggja það sérstaklega. Þú getur kallað þetta auðlindagjald, getur líka kallað þetta bara gengis ávinningsskatt, hvalrekaskatt. En það er þetta sem er lykilatriði með hagstjórn og hlutverk stjórnvalda í stýringu og þetta sem að Berlínarfundurinn var líka þú veist, að við sem farin frá markaðsfundamentalisma, ég er að reyna að nota það hugtak í staðan fyrir það vill enginn kannast við nýfrjálshyggju lengur á Íslandi eða frjálshyggju eða nýfrjálshyggju, það að bara trúa því að það eigi ekki að skipta sig að og markaðslausnin sé best, menn get ekki haldið því
áfram í þessu, en hvernig síðan á að jafna það er flókið, það er erfitt, en það sem að hann var síðan að leggja áherslu á í viðbót við gengið og var að tala síðan breytingun í alþjóðahagkerfinu, að því að á mót hliðin, þegar maður er að tala það er náttúrulega verðið á dollarnum og breytingin sem hefur orðið að frá 1980 að þú nefndi það, þá var þá voru Bandaríkin lánveitandi til heimsins og núna eru Bandaríkin orðin skuldunautur heimsins en þannig að það er verðið á dollarnum sem flækir þetta en það sem hann var að benda á voru 2 aðalpuntar alþjóðlega þjóðhagkerfið makró international kallaði það að ástandi þar við þurfum að skoða hvernig alþjóða hagkerfið er statt að því að við erum að selja fisk og ál þangað, við erum að fá ferðamenn þaðan og síðan er það hinn meginpunkturinn er currency exposure, gjaldmiðla áhættan, það er að segja hversu hversu viðkvæm við erum fyrir þessu verði á gjaldmiðlinum og þar var fókusin á síðan þessar eignir lífeyrissjóðanna sem eru á stærð við landsframleiðsluna og að þær eru að hálfu leyti í erlendum eignum og hann var í raun og veru bara að benda á hennan áhugaverða punkt, mikilvæga punkt að skoða, ekki bara að skoða svona mikið eignum lífeyrissjóðan eru hér innanlands og svona mikið eru erlendis. Fyrir ekki heldur að það þarf að skoða hve mikið af tekjuflæði fyrirtækjana er í erlendum gjaldmiðli. Það er að segja eignina sem að lífeyrissjóðan eiga í íslenskum fyrirtækjum sem eru hins vegar bara háð sölu til útlanda og þar með í erlendri mynt að það er í raun og veru exposure, það er gjaldmiðla áhættan okkar og þar með er hún miklu meiri en helmingur að því að megnið af ekki megnið, kannski er helmingurinn af eignunum, innlendur helmingur erlendur, en helmingurinn af innlendu eignunum, það er ekki nákvæmlega rétt að tala er fyrirtæki sem er að selja innanlands mat og dót, en hinn helmingurinn er að selja til útlanda. Þannig er nú bara íslenskt hagkerfi að við erum svo háð viðskiptum við útlönd, miklu háðari heldur en Bandaríkin. Við eigum engan innanlandsmarkað, bara 400.000, þannig við getum ekki byggt mikið á því nema bara að vera að selja hvort öðru tómata. En að öðru leyti er þetta bara meira og minna utanlandsviðskipti og ef að þau geta gengið þá eru við náttúrulega að framleiða eitthvað sem að heimurinn þarf og þannig bara einhverja örfáa hluti eða fyrirbrigði en flytjum inn eiginlega alltaf megni af því sem að við þurfum. En svo fyrir utan kannski við getum náttúrulega staðið okkur betur í því að framleiða mat innanlands en flest annað þyrftum við að flytja inn. Og þarna kemur, svo ég vitni aftur í bara viðtalið sem er að koma í sumarblaðinu hjá mér í vísbendingu að bónusbúðin í Stykkishólmi eða kjörbúðin í Mývatnssveit væri kannski löngu búin að loka nema að því að það er alltaf ferðamenn og þannig eru það svona hagsýnir ferðamenn sem er vilja segja að við bara fókusir á luxusferðamenn sem er mögulega algjörlega röng hugsun að því að þessir hagsýnu ferðamenni sem eru svona í sátt við samfélagið ferðast vel og vandlega þeir kaupa í búðunum og halda þannig með uppi þjónustustíð. Það átti ekki bjóða sér það að fara 2 á dag að borða á veitingastöðum og borga eitthvað sem að þeir upplifa sem bara svífurðu. Og þeir borða bara úr kælinum í bónus. Og ég meina að þeir blöskra hitt þeir hafa peninga til þess að kaupa á veitingastöðum þeir bara þetta er ekki huga að ráðstafa fésínu með þeim hætti. Og þú lokkar ekki ríka ferðamenn til Íslands með því að selja hambúrgaran á 4-5 skall Ég legg mér alltaf að því að þýða þessa skyndibitastaði yfir í evrur eða eitthvað og maður kemst alltaf þeirri niðurstuð það bara hvergi í veröldinni
verið að selja sko pítsu. Hamburgar eða pizza hér er eins og þriggjarétta matur á fínum veitingastað í Berlín. Kannski erum við að fá falli í ferðarþjónustu út af þessu. Já, en Aliber, nú er hann svo gamall og það er nú mikið talað um elli þessa dagana, sérstaklega út af kosningunum í Bandaríkjunum. Hvað veldur því að það þykir vera stór tíðindi þegar hann myndi heita háaldraður, hann er háaldraður. Já. Hvað er það sem hann getur fært okkur? Er það þessi, ef að menn halda hausnum sæmilega skýrum, að þá er náttúrulega mikil verðmæti í því að heyra í manni sem er búin að vera að hugsa hagfræði í kannski 70 ár. Já, og það er frábært að hlusta á hann og bæði sem reynslubolti og sem að frá horfandi sem hefur fylgst með allavega hér í 15 ár. Svo var reyndar sko komment á erindið hans frá Má Guðmundsssyni, svo ég vitni aftur í hann sko, sem að er nú að búin að vera að vinna við það, þetta litla íslenska hagkerfi í alþjóðlegu samhengi sko, og hann er að vinna einhverju skýrslu um lífeyriskerfið, þannig að það verður spennandi að sjá það sem kemur út úr því, en sko þetta er einn af stóru fílunum eða stóru póstunum sem við þurfum að vera að kljást við. Það er þetta lífeyriskerfi okkar og það. Í síðan er það þessi stóra ferðarþjónusta sem er komin, sem bjargað okkur út úr hrunnu, en varð síðan of stór og er síðan spurning hvort að við séum að takast að láta hana balanserast rétt eða hún sé að fara að vera til vandræða. Sko. En síðan erum við með náttúrulega þennan gjaldmiðil og þessa verðbólgu og þessa sér efnahagslegu ógn eða hættu að vera hér komin í sko samdrátt og verðbólgu meðan aðrir eru allt öðrum staði í heiminum. Aliber, hann er náttúrulega, þótt hann hafi sko skrifað þessa frægu bók oflæti örvæntingu og hrun. Já, hann uppfærði hana bara. En þá hefur hann hann var náttúrulega sérfræðingur í erlendum fjárfestingum. Hann er fæddur 1930, hann verður 94 ára núna í haust. Herðu, þú nefndir eina ráðstefnu sem fórst á í Berlín sem að hét Winning Back the People, sem að er ráðstefna svona straumkvörf í hagfræði sem hafa verið svona í gangi alveg frá hruni nýfrjálshyggjunnar 2008. Já, og þar er eiginlega sko, það er aftur svona haldið af hugveitu, tekur saman bæði fræðimenn og þá sem eru að fást við að faglega policy makers eða þess og þar í samtal, og sko þar var undirtitillinn sko Winning Back the People, og þar er í ógnin í Evrópu þetta með upprisu sko öfga hægri flokkan eða hvað við að kalla það, populismans og í raun og veru hvernig pólitíkin er að sko tapa sínu trausti eða trúveruleika eða hvað að kalla það. Gamla pólitíkin. Já. Það er bara, fólk upplifir það að stofnanapólitíkin séu ekki að veit ekki hvernig fólk hefur það, veit ekki hvað fólki vill. Já. Og stýri bara fyrst og fremst náttúrulega í góðum tengslum við auðvaldið, stýri samfélagunum til þess að auka hag og velsæld hinna ríku. Og það hlustu bara ekkert á okkur fátækafólkið. Nei, og the people, sko, fólkið, það er ekkert einlega fátækafólkið, bara venjulegt fólk sem er að vinna og borga lán og kaupi matinn, sko, og þarna við erum náttúrulega síðan, ég var þannig búin að hafa Evrópukosningarnar og þú veist, sjá pólitíkina í Þýskalandi og Frakklandi sérstaklega svona, og síðan fullt á öðrum Evrópulöndum, sko, þannig að í samhengi við síðan sko áskorunar af hernaðinum og loftslagsvonni, að þá er bara svona risa efnahagsverkefni framundan, og ég var að svo sem taka jákvæðu dæmin úr þessum borgum sem að hafa verið að nýta sér
evrópska nýja græna sáttmálan og eftir COVID uppbyggingar seiglu fjárfestingarnar, þú veist, þannig að Og það er verðt að hafa það í huga að þegar að vera að horfa yfir pólitíkina í Evrópu og hvernig er brugðist við svona þeim vanda sem að samfélagin standa frammi fyrir. Þá er stundum meira frumkvæði í borgum sem að sumar hverjar njóta þess að það er kannski auðveldar að búa til einhverja samheldni með einhverja tiltekna stefnu, heldur en að það er hægt í þjóðríkjónum, það sem að sko átökin í samfélaginu er orðið þannig að það er erfitt að ná bara nokkrum sköpuðum hlut fram. Og sko við erum að sjá held ég líka birtast, bara kannski án sem ég vilja fara að tala aftur forsetakosningarnar, en þú veist, það sem við vorum að ræða hérna þegar ég var síðast hjá þér, sko, ég meina, það er eitthvað svona elitismi í pólitíkinni, þú veist, og við sjáum þetta hérna, bara í gær líka og svona, hérna, að fólki er einhvern veginn svona til trafala, til vesen, og sjáuð ekki að hér er jöfnur og bara gott að búa, það var aldrei verið meiri hagvöxtur, en það er einhvern veginn, sko út í Evrópu tala aðþrengda miðjan, en hér er eins og ég var að lýsa síðast, bara búið að fletja niður kurvuna og það er bara svona stækka hópana neðst og efst sem að komast bara oft til útlanda og eru bara ánað og klappa upp sína stjórnmálamenn, þessi eineltis eða svona búlíismin, það er að segja við erum bara hérna með okkar vinnum og þið hinn hérna óvitarnir ykkar eins og hérna. Mátti heyra það svolítið eftir kosningarnar að svona hörðustu stuðningsmönnum Katrínar sem að Vest létu á Facebook að almenningur hafði eiginlega eyðilagt kosningarnar. Því að kjósa ekki rétt. Þið að hlýða okkur hvernig þið En ég held að því að alla kannanir hafa síðan sýnt að svona hugmyndinu að þetta hefði verið eitthvað svindl, að það hefði allir kosið eiginlega með óbragð í munninum, ekkert að þessu stend núna síðast var prósentabirta könnunum afstöðu fólk á kjörstað og hvenær það tók ákvörðun og hvort það var að kjósa þann sem að helst vildi sem forseti og annað slíkt, að jáfnvel þóttu tækir í burtu þá sem að kusu taktíst að þá hefði Halla unnið Katrínu. Bara Katrín var ekki nógu góður frambjóðandi. Þú veist, hann hafði ekki góður, þá menna ég bara hún hafði ekki þann styrk að komast herra en þetta 25%. Já, og það er kannski þessi 25% sem eru þannig í efri elitu stjettinni meðan að það er 75%, miðjan 50% sem eru þannig bara núna komin niður í, og svo er það þannig stækkandi neðsti hópurinn. Sem að ég kallaði fátæka fólki, en þú vilti hérna taka harm hérna frá 25 upp til 75. Það er fólki sem er upplifa líka svona fjarlægð frá stjórnvöldum, missa trú á... Já, ég meina það er fullt af fólki bara sem er á fínum launum, sem er að fá tvöföldun á húsnæðiskostnaðinum sínum og að sjá dýra matarkorfu og hérna þannig að þetta er... Og þú veist, við leysum ekki efnahagsvandan hér með því að með háu vöxtunum að skera niður utlandsferðirnar af hana efri helmingnum úr 3 niður í 2 eða 1. Þú veist, það hefur kannski smá áhrif á stýringunum genginu og hvað við erum að eyða mikið af túristapenningunum sem kom inn í útlöndum, en þú veist, ef þú nærð ekki verðbólgunni og hún helst bara alltaf hana í okkur vöxtunum, þá erum við bara þú veist, eins og birtist svolítið í eldhúsdagsumræðunum í gær, ég horfði nú ekki á það nema að hluta, þú veist, að það er bara eins og að séu byrjaða kosningar, þú veist, að hver ráðherra í ríkisstjórninni talar bara einhvern veginn sitt og svo er stjórnarandstaðan bara með kosningaumræðu plokk, þú veist, og þau skynja náttúrulega að fólk er ósátt við efnahagsástandið. Ég var að hugsa þegar ég var að hlusta á þetta, eða svona eins og maður gerir með öðru eiranu, þetta er náttúrulega ekki hægt að, þetta er náttúrulega ekki, það er ekki mikil gæði endilega. Það sem er náttúrulega einhverju leyti þá hefur þetta þróast þannig að þetta er ekkert samtal. Það er bara, þetta er bara fólk flytur sínar aríur og þar verður þetta svolítið leiðilegt, sko, vegna þess að það er ekki tenging á milli, þetta er ekki raunverulega umræður stjórnmálaástandið eins og þetta ætti að vera. Heldur kemur bara hver fyrir sig og hlustar ekkert, þetta flytur bara sína ræðu. Sjálfstæðisflokkurinn lagði áherslu á því að koma fram með að því hann hefur sagt að séu 3 mál sem hann leggi áherslu á. Það er að ná niður verðbólgunni, það er að ná tökum á innflytjendamálum og orkumál. Og hann sendi sína ráðherra í þessum 2 málum til þess að tala. Þannig að mér fannst það alveg að vera svona í sjálfum sér í takt við sko erindi flokksins í tengslum við þessa
ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Nema þau ekkert að ná niður verðbólgunni, efnahagsstjórninni. Þeir ekki með ráðuneytið, sko. Þess vegna fóru þeir með innflytjendurnar. Þar náttúrulega ótrúlega undarleg staða. Þetta er mál sem hefur eiginlega tekið yfir sviðið. Ég var að rifja það upp í gær að núna 19. júní, þá er ár síðan að Bjarni hélt ræðuna sína á tröppum Bessastaða þegar það var verið að skipta dómsmálaráðherra og sagði og tók undir eiginlega málflutning Jóns Gunnarssonar sem hafði raunverulega flutt þessa kenningar að ástæðan fyrir því að hér væri hrörnandi innviðir og veik grunnkerfi í samfélaginu væri fjölgun hælisleitenda, að þeir væru að éta okkur út á gattin. Já. Og þetta hafði enginn tekið undir þetta svona neitt rækilega fyrir hann að Bjarni geri það og geri þetta eiginlega stefnu síns flokks þarna fyrir rúmu ári síðan. Ja. Síðan þá hefur þetta verið gegnumgangandi í allri umræðu að það sé eitthvað stjórnleysi á landamærunum, að séu einhverja sér íslenskar reglur sem að valdi því að fjölgar alltaf innflytjendum, þrátt fyrir það að innflytjendum hefur fækkað, eða hælisleitendum hefur fækkað á þessu ári 50%, 56% frá því í fyrra. Samt talað áfram að kostnaðurinn var 16 milljarðar, svo var hann 20 milljarðar, svo var hann 25 milljarðar. Þannig að þessi umræða virðist vera einhvern veginn án allra tengsla við raunveruleikann. Og Guðrún hélt síðan ræðu í gær sem að var eins og að bara með óbreytta afstöðu, ekki tekið til þess að hælisleitendum hefur snarfækkað. Já. Og að þeir hælisleitendur sem koma hingað í dag, það sem afur að þessu ári, það eru 2/3 af þeim eru flóttamenn frá Úkraínu, og ekki tillagan raunverulega það að hætta að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu, sem að þó Úkraínufólkið, þannig að það hlustar, skynjar, og ég veit ekki hvað það tókst eftir, það voru fréttir að í þessari viku og einhver leyti í síðustu viku líka, það sem átti heyra ótta flóttafólks frá Úkraínu, þannig að þeir koma hingað inn og fá 3 ár og það var framlengt 1 ár núna síðast, og þannig að það er kannski á næsta ári og þarnæsta, þá gæti það fara að gerast að Íslands stjórnvöld taka ákvörðun að senda Úkraínufólki heim. Og því að það er líka að gerast það að þeir sem að flúðu Úkraínu á sínum tíma átt að sig á því að þú ert ekki að fara heim. Það er ekki að þetta stríð mun bara halda áfram. Og Úkraína er líklega að vera splæsinni aftur á steinöld, þannig að það verður hryllilegt samfélag bara næstu áratugina. Það bara vantar bara heilu árgangana í þjóðarlíkamann og það er búið að eyðileggja og skemma allt, og það er sömu vandamál sem er verið að glíma, það er gríðarleg spilling og fleira, það er bara óljóst það ef þú er búin að flýja Úkraínu, hvort þú sért nokkuð á leiðinni heim. Þannig að fólki hefur hugsað það, svo lést það sem að stjórnvöld eru að segja, og dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins og fleira, og upplifir það bara, það er bara allar líkur á því að okkur verður bara hent heim eftir kannski 1 eða 2 ár. Já, og þetta hvað við segja, almanna tengslalega séð, á þess að ég kunni það mikið, voða snjallt, því þarna var búið til stríðið fyrir Ísland. Já. Og á meðan eru við líka með stýrivexti eins og í Hvíta-Rússlandi, Belarús, Rússlandi, Úkraínu. Og reynda Tyrklandi. Já, og Tyrklandi. Já. Við erum í þessum hópum með vaxtastigið, að því það er bara eftir þessa 10 ára veru núverandi forsætisráðherra í fjármálaráðuneytinu, er efnahagsástandi í landinu þannig að það er bara enginn sem ég sé með sín tæki tól tillögur hvernig á að takast á við þetta, heldur er bara markaðsfundamentalismi að heilsalinni verða að fá að hækka, við sömdum reyndar í 4 áru 3% launahækkun, en það er samt 6% verðbólga og engin spáir því að hún muni lækka neina ráði, það er engin sem spáir því að stýrivextinu muni lækka á þessu ári, ég hef ekki heyrt það. Og var þetta að markaðsfundamentalisman, þá ræða Guðlaug Þórs, hún var einmitt dæmi um þetta. Það sem er dregin upp hugmyndum orkuskort, almennan orkuskort út af orkuskiptum og til lengri tíma. Og þá er það gert að þá þurfum við að fara að virkja og þurfum eiginlega að opna alla gáttir, meðal annars að setja kannski sérlög til þess að hleypa virkjunum í gegn framjá því ferli sem áður hafði verið samþykkt. Bjarni Bjarnason fyrirverandi
forstjóri Orkuveitunnar, hann kom hingað og hefur verið að skrifa og verið að benda á þetta. Að það sem að mun gerast þegar allt í einu bara verður villt að vestrið, þá bara opnað og allir geta virkjað vegna þess að við höfum svo mikla trú að því að markaður viti það. Já. Það einhverjir norskir ævintýramenn sem að vilja búa til vindmyllugarða á hálendinu, ráða eitthvað fyrrverandi ráðherra eða eitthvað í eitthvað lobbyisma og það lekur allt í gegn, þannig að það verður samþykkt eitthvað lög, þannig að það er eiginlega enga reglur sem að fylgja þessu, þetta verður svipað með fiskeldið, þannig að það bara verður opna fyrir það. Þegar að þetta gerist og þú ert komið með eitthvað orkuver, að þá er það ekki, þú situr ekki og býður þangað til að orkuskiptin kalla eftir meiri orku yfir langa tíma, þú situr ekki uppi með fjárfestinguðina upp á 100 og sættir við tekjur upp á 5 til að byrja með sem eiga síðan hægt og bítandi að vaksa upp í 100 á kannski 20 árum, nei, þú ferð og leitar að einhver stórkaupanda til að kaupa orkuna frá upphafi, til að fjármagna fjárfestinguna þetta og það leiðir til þess að það verður algjört búm í svona orku gagnaverum, einhverjum orkuríkum iðnaði og öðru slíku sem verið að setja í ganga því að við byrjuðum aðeins að tala hagvöxtinn og well-being og þú varst að tala að ferðaþjónustan hefði vaxið of hratt. Þarna í ræðinu hans Guðlaugs maður heyrði maður að þarna væri að fara í gang eitthvað stórkostlegt búm sem að myndi leiða til ofvaxtar á Íslandi svona næstu 15-20 árin. Já, að því að þeir sjá einhvern veginn að núna ferðamanna hagvaxtarbólan búinn, þó ferðamanna straumurinn vonandi að ná einhverju eðlilegu jafnvægi, og það ekki ómögulegt að vita, þetta er eins og með, en allavega að það er ekki hægt að stóla á bara hagvöxt út af því og menn hafa mist af tækifærinu til að nýta þann, og þá er bara eina tæki í skúfunni, hugmyndaauðgin í hinnum kapitalísku flokkum er ekki meira en það að förum bara í blöndu eins og síðast og við þurfum bara nýtt og þetta er svo í svo mikillega andstöðu við þetta sem ég er að lýsa, þessar strauma út í Evrópu, þessar breytingar og það sem er verið að gera í að byggja upp og þetta er svo einhvern veginn sorglegt að horfa upp á þetta, að það sé ekki neitt svona sköpunarkraftur eða umbreytingar hugsun heldur bara, fyrst að ferðamanna hagvaxtabólun er búin, þá þurfum við að fá bara svona virkjanabólu aftur eins og við fengum í Kárahnjúkum og að það muni leysa okkur út úr efnahagssamdrættinu. Og við erum ekki búin að býta úr með ferðamannabóluna því að ef hún er að draga saman bara 10% þess ári og þá mun það náttúrulega hafa áhrif á marga sem að voru að fjárfesta í uppbyggingu hótela og eitthvað fleira það eru leiðlegri nýting og eitthvað fleira getur haft mjög neikvæð áhrif á Ísland hagkerfi, en það sem er kannski hættulegast er að uppbyggingi var náttúrulega keyrð áfram á annars vegar vexti Icelandair sem að viðskiptamódeli er bara það að fjölga leiðum hinga og draga hinga fleira fólk og svo Play. Bæði þessi flugfélög í stórkostlegu vanda, það má sjá það bara hvernig markaðurinn metur verðmætið á hlutabréfamarkaði. Þau eru bæði, Icelandair er komið fyrir neðan útboðið sem að var í COVID. Það er metið lægra heldur en það var þá. Þú veist, metið lægra heldur flugfélag þar sem að mátt ekki fljúga. Nei, þú veist, hvers virði er Icelandair í dag og svo Play er náttúrulega bara nose diving. Og þannig að það eru mikla líkur á því að annarkvort þessara flugfélaga lendi í einhverjum stórkostlegum skakkaföllum. Já. Ég meina, ég heyrði að ég held að séu 1 eða 2 eða 3 flugvélar frá Icelandair sem er í svona leiguflugi, svona risa einkaþotu bransa bara. Þegar einhver ríkur er að fara með 80 vini sína í afmælisferða heiminn, þú veist, þetta er þetta opinberlega viðskiptamódeli hjá þjóðarflugfélaginu sem er okkar brú til umheimsins en það getur vel verið að vera ómikið að vélum að sé snjallt að nýta þær í svona, ég þekki það ekki nóg vel en þetta er viðkvæmt að þegar að verður samdráttur
10% hjá fyrirtækjum sem að náðu ekki að hafa ísu á áður, að þá lenda þau náttúrulega í einhverjum vandamálum. Og keyrðu svona á brúnni og svo sko, eins og ég hef nefnt áður, ég meina þessar borgir og fleiri borgir sem ég hef sagt, hafa verið að nota síðustu 10 ár til að byggja upp almenningssamgöngur og við erum bara að rífast borgarlínu og gerum ekki neitt, við erum bara með lengri og lengri biðröð, meiri og meiri mengunar bílum að sko, og við meiri sé að bara stækkum flugvélaplönin í Keflavík og svo sko túristar sem komingað, þeir verða að lega bíllegubíl. Það er engar almenningssamgöngur fyrir þá til að ferðast eins og þeir geta gerst í almenningssamgöngum í hinum borgunum. Meiri segja að því að var á Akureyri, það er ekki einu sinni strætó frá flugvellinum á Akureyri inn í bæ. Og svo eru vegirnir ekki til þess að taka móti aukinni umferð, sem að meðal annars sést í því að það eru komin 11 banaslys í umferðin þessum hafið þessu ári, sem er náttúrulega ætti að kalla á sko skyndilegar aðgerðir. En það er annað sem hefur verið bent á, að sko planið það að byggja upp samgöngur með svona með því að draga einkaaðila inn, með því að láta þá fjármagna framkvæmdirnar og rukka síðan almenningum gjald, að það er ekki að ganga upp. Það er leiðin yfir Hornafjarðarósa, að það hefur strandað og Vegagerðin mun borga það allt saman. Ölfusárbrúin, hún er í einhverju frosti. Já, sko, Guð forða okkur. Það þráttur þessu augljósu þörf á að byggja vegakerfi, alveg eins og það er augljós þörf að byggja húsnæði, þá er hvorugt að ná í gegn. Já, og út frá þessari heimasköpuðu áþjánum að það megi ekki taka lán til að byggja upp inn við, heldur þurfa að fara í að fá einkafjármagn og svo gengur ekki svona hugmynd utan úr hinnum stóra heimi hér í þessu litla hagkerfi að fara að ætla að láta fólk borga, fara yfir Ölfusárbrúna. Það voru 3 sem buðu, 2 sem drógu sér tilbaka, 1 eftir. Og það er ekki einu svona gefnar upp tölunar, þannig að við getum ekki metið það. Þú veist, þetta er náttúrulega bara eins og Vaðlaheiðargöngin sem var líka þegar fyrir að leka, þá þarf ríkið að borga og svo frábært einhverju getur nýtt heitavatni sem kemur og byggt upp böð, þannig að það sé ekki bara á Bláa lónu, það sé líka þar, þú veist, flott, en sko það að ríkið eigi alltaf að núllast burtu, megi ekki skattleggja, neitt, og þar með hallarekstur í 9 ár og sko þetta er bara svona að verða skólabókardæmi sko samfélagslegt niðurbrot þegar að önnur samfélag eru að nýta tíman núna í öllum krísunum til samfélagslegar uppbyggingar og það er svolítið sorglegt að sjá einhvern veginn úrræðarleysið í sko og að pólitíska umræðan hún er einhvern veginn, það er allt bara svona óumflýjanleiki að gera hlutina eins og við alltaf gert þá eða þá að reyna að taka eitthvað svona útlenskar hugmyndir, þú veist eins og þetta útboð á Íslandsbanka, miskilja það eitthvað í þýðingu og klúðraði algjörlega eða þú veist taka svona PPP og bara ætla að setja það á þú veist hringvegin, Ölfusárbrúna, þú veist, það þýðir bara dýrari fjármögnunarkostnaður í staðan fyrir að ríkið bara byggi brú eins og Vegagerðin hefur alltaf gerst og þú veist, þannig að þetta er einrökjum voru þau að með þessu væru túristarnir að taka þátt í að byggja upp vegakerfið, af því þeir eru rukkaði líka. Já, en sko, þú veist, við getum í Sviss er þetta gert mjög einfalt að ef þú ætlar að keyra í Sviss þá þarf það að kaupa sko vegagjald og sem hann dugar í heilt ár. Já, og ég meina, þú veist, þeir föttuðu að bílar eru sparnirnar að það kom minna út úr kílómetragjaldinu. Það verðist enginn upp í fjármálaráðuneyti að hafa fattað það, sko. Og svo komu rafmagnsbílar sem fjármálaráðuneyti borgaði 1 milljón per bíl og þeir borguðu ekki neitt bensíngjald, sko. Þannig að tekjurnar af umferð hurfu og þá ætlar þú bara að sleppa að byggja Ölfusárbrú sko þannig að hún hrynur kannski með 2 rútum og 10 túristum af því að einhver engaðli hann tafðist hjá honum að byggja
Þú veist, við erum að tefja það byggja borgarlínu almenningssamgöngur, þú veist, strætóin kemur ekki, ég þetta pikkaði upp hérna því að, þú veist, við getum ekki rekið gamaldags strætókerfi. Býð þó á Hverfisgötunni sem að sko borgarlínan á að ganga gegn, ætti að vera sko besti staður í heimi varðandi almenningssamgöngur, en ég á í stökustu vandræðum sko að komast í vinnuna því að það alltaf verið að breyta eða leggja niðurferðir eða og það bara því að það bara lokaður hlemmurinn að ég sé ekki alveg hvernig það tekist hverju sko. Nei, en þetta er einhvern veginn algjört sko mig eiginlega skortir orð til að lýsa þetta komandi úr þessum alþjóðlegu ráðstefnum þá að horfa á síðan raunstöðuna hér það er algjört niðurbrot einhvern veginn það virðist sko allt vera klúðurast og samt erum við ríkasta þjóð í heimi og það er einhvern veginn bara að við erum búin að stækka þannig elítuna eða má kalla það og stækka hann úr 10% upp í 20-25% og sá fjórðungur bara skilur ekkert að hér er fín og þú veist meðaltali verður fínt ef þú bara ítir fleirum niður í hérna neðsta hópinn sem við skalla að fá það og svo aðeins búin að tvöfalda hana efsta hópinn og breytir ekki skattlagningu neitt að þá er meðaltölum fín og enginn skilur þannig í kringum rúfærð að vera eins og svona almanna tengla stofa bara fyrir þessi 20%. Það er eitt sem að þú ert að tala um þetta með meðaltalið því að stundum verið að tala um skuldir heimilana. Það annars verið það sem hefur verið gert frá hruni er að fátækasta fólkinu hefur verið meinað að skulda, þannig að má ekki skulda. Þannig það dettur út sem skuldaði hlutfallslega mest. Síðan hafa verið stórkostlega efnahagsaðgerð að láta þá svona betur settu þeir fá að nota sko séreignarsparnaðinn sinn til þess að greiða niður skuldir sínar sem er eiginlega stærsta aðgerðin sem hefur verið gerð til þess að bæta kjör almennings en það hefur farið því betur sem þú settur því meiri ávinning færðu. Þannig það hefur verið kerfislega verið með aðgerðir til þess að lækka skuldir heimilana, meðalskuldirnar án þess að bæta stöðu heimilana. Af því að sko hérna lagarsettur eru veikar staðnir, þeir sem eru í miðjunni eru ekkert betur settir, en þeir sem eru sko betur settir eru miklu betur settir. Því að það var akkur það sem varst að lýsa. Og skilji ekki, og það er jafnvel sko bara síðan, þú veist, hérna prófessorar og svona upp í og velstæðir, eldri borgarar skilur bara, eru bara í fínum málum hana og þetta held ég að sé að búið til skautun hér, meðan að sko skautunin út í heimi eða umpólun eða hvað maður kalla að það bara skilji ekki hérna, það er fínn hagvöxtur, það er búið að vera miklar kjarabætur, þú veist, allt rétt meðaltöl út frá tölum en svo þekkja þau enga sjálfstæða foreldrar sem eru að borga leigu og hérna bara tvöfalda matarkostnaðinn og hafa ekki farið í sumafrí til útlanda í 3 ár og þú veist og þau telja sér bara vera að taka á samdrættinu með því að fara ekki 4 sinnum til útlanda heldur 3 og bara Þetta afhjúpaði svolítið í kostakostingunum í umræðinni svona síðustu 10 dagana elítur og ekki elítur að þá kom í ljós sko að elítan hún veit ekki hvað elíta er. Já, nei, þannig að þetta er svona mín stöðugreining á efnahagsástandinu út frá að hafa verið á 2 alþjóðlegum ráðstöfnum og einni alþjóðlegri heimsókn á Íslandi. Herðu, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur efnahaginn. Takk. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja samfélagið sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið í sæl og blessuð. Við viljum að beina sjónum að einum hópi í samfélaginu sem að má segja hafi kannski fallið svolítið á milli skips og bryggju í samfélaginu
og vandi þess farið vaxandi síðustu mánuði og misseri. Við erum að tala leigjendur. Þetta eru kannski 50 til 70 manns sem leigja á Íslandi og þið þekkið þá umræðu sem orðið hefur hækkandi húsaleigu, að ekki sé talað hve lítið framboð á leiguhúsnæði og það ófremdar ástand hjá mörgum, það staðreynd og kannski eru stjórnmálin og fjölmiðlar ekki að beina sjónum sem skildi að þessum hópum og hvaða úrræði og hvaða gagna þarf að afla til þess að skilja betur vandamálið. En hingað til mín kominn góður gestur, drengur Óli Þorsteinsson heitir hann og starfar hjá HMS. Vertu velkominn. Þakka kærlega fyrir að taka á móti mér og mjög gott að vita það að það eru fjölmiðlar hérna á landinu sem tilbúin að tala þessi mikilvæga málaflokk. Hann hefur, eins og sagðir, hann hefur vantað svolítið umræðu þetta, finnst mér. Þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir þetta. Já, við látum svolítið eins og þessi hópur sé ekki eins stór eins og hann og eins og vandi hans sé minni en hann Það ekkert verið að fjalla neitt óbúslega mikið bráðan vanda leigjenda. Það svo umræða sem hefur átt sér stað, hún vill oft taka á sig svona ákveðin blæ, þar sem að staðrendina kannski líka ekki alveg fyrir og það náttúrulega ábyrgð HMS í rauninni að reyna að koma fram með hvernig staðan í raun og veru. Já. Og við þurfum að standa okkur betur í því og þetta liður í því. Við viljum fara að ræða meira hvernig staðan raunverulega og hvernig hún birtist okkur í gögnum. Einmitt. Þú ert verkefnastjóri leigumarkaðar hjá HMS og það eiginlega svona búið að gefa út þá línu hjá okkur að taka þennan málaflokk í fastari tökum en gert hefur verið, ekki satt? Jú, það hlutverk HMS að vera með puttan á púlsinum á leigumarkaðnum og í víðara samhengi sem að hafa áhrif á stefnu mörkur stjórnvalda að einhverju leyti og í rauninni greiningar og annað slíkt og það sú vinna komin vel að stað og gengur mjög vel. Já. Við förum aðeins yfir þessa klassísku umræðu sem þá, bara ef við vitnum til ykkar síðustu mánaðarskýrslu þá alveg, það þreföld eftirspurn eftir leiguhúsnæði miðað við framboð. Já, við höfum, og þetta kannski eitt af því fáa sem hefur svo sem verið talsvert í umræðinu almennt húsnæðismál. Það ákveðin framboðsvandi á húsnæði á Íslandi og leigjendur augljóslega fara ekki varhluti af því, þau finna fyrir því og samkeppnin húsnæðið náttúrulega býsna mikil og þar af leiðandi getur þetta haft neikvæð áhrif á afkomu leigjenda því leitinu til að þá náttúrulega ekkert ólíklegt að í slíku ástandi þá fari húsnæðisverð hækkandi, hvort heldur til leigu eða kaupa. Þannig að þetta vissulega vandamál. Hvað getið þið ráðið af þeim gögnum sem þið hafið stöðuna, þróun hennar? Það að síga á gefurhliðina, það tölur sem benda til þess. Það eru teknar á lofti það að við þurfum að gæta þess að núna séu kannski ástandið jafnvel ekki að fara að skána og mér langar samt að segja frá því það ekki bara svo afsakaðu tungutaki dauð og djöfull í kringum þetta, alls ekki. Það fjölmargir leigjendur sem upplifa öryggi og þess áttar en vel flestir, við sjáum það í leigumarkaðskönnunum sem við gerum hérna á ári hverju að fólk almennt ekki á leigumarkaðanum til lengri tíma af því að það langar til þess eða vill vera þar. Og það á sér náttúrulega ýmsar skýringar en við sjáum það náttúrulega í gögnum okkar að leiguverð almennt það helst svo litið í hendur við þróunina bara á húsnæðismarkaðnum eins og hann það ekki bara dýrt að leigja, húsnæði rosalega dýrt orðið, finnst okkur Íslendingum og það endurspeglast í leiguverðinu. Og einn stór þáttur í þeim vanda sem við höfum talað hjá HMS og stjórnvöld líka og fleiri það framboðsvandi, það þarf að byggja meira. Það nokkuð ljóst. Svo Seðlabankinn að einhverju leyti að vísa til þenslu og húsnæðismarkaði en þenslan ekkert í íbúðarhúsnæði. Nei, byggingamarkaðurinn það samkvæmt Seðlabankanum þá hefur þensla á byggingamarkaði en það ber að gæta þess að einungis þriðjungur af byggingamarkaðunum bygging á íbúðarhúsnæði sem kannski eitthvað sem maður mætti tala meira því að ég held að ég ekki viss að viljinn hafi verið
hjá Seðlabankanum að vísa beint í íbúðarhúsnæði en eitt svoleiðis, en ég held að kannski almenningur myndi kannski fyrst að það myndi hugsa, já það er verið að byggja blokkir eða eitthvað svoleiðis, en það er verið að byggja meira heldur en bara íbúðarhúsnæði, það er verið að byggja atvinnuhúsnæði og það er verið að byggja opinbera byggingar og þess áttar, þannig að raunni minnir að tölurnar sýni það sem er að sjá raunvirði ákveðin samdráttur á milli mánaða núna byggingu íbúðarhúsnæðis og það er ekki ástand sem að við viljum hafa vegna þess að það er skortur og hann er mælanlegur. Við mælum hjá HMS alltaf það sem við greinum sem íbúðaþörfina og hvað er í byggingu og það þarf að auka byggingu íbúðarhúsnæðis til þess að svala þessari eftirspurn sem til staðar á markaði. Það er náttúrulega þannig að heimili, húsnæði þar sem fólk getur haldið heimili, þetta er eina grunnþörfum mannsins og að sama skapi eina grunn innviðum samfélag sem að getur ekki staðið við það sem maður myndi telja skyldur samfélagsins gagnvart þegar íbúum varðandi húsnæði, það er ekki að standa sér nógu vel og við viljum ekki fara þangað ímyndaðum, ég held að hljóta flestir að vera sammála það. Við viljum geta stuðlað að því að fólk geti fundið sér sómasamlegt húsnæði að viðræðanlegu verði. En við höfum verið þarna, við erum ekki að standa okkur nógu vel. Er það ekki bara alveg? Jú, ég held að það megi alveg segja þetta svoleiðis. Við þurfum að gera betur, við höfum ekki verið að standa okkur nógu vel. Og sko þegar það kemur að því að greina sko í rauninni hvar vandinn liggur, þá getur það verið býsna flókið, þú getur farið býsna djúpt í það, þú getur tekið einhverjar greiningar á því sko út frá einhverjum félagslegum, pólitískum, hagfræðilegum eða eitthvað svoleiðis sjónarmiðum, en þegar öll eru á botninn hvolft þá er í rauninni, það liggur fyrir okkur tiltölulega einföld lausn að mörgu leyti, ég ætla ekki að segja að það sé töfralausn sem leysir allan vandann, það er að byggja meira af íbúðarhúsnæði sem skilgreint sem slíkt og ég myndi reyndar segja sko að það sé hluti af lausninni en ekki lausninni í heild sinni. Hvað með óhagnaðardrifna stefnu, félagslegu úrræði? Sko, það er gott að kemur inn á þetta vegna þess að sko, HMS sér úthlutun stofnframlaga inn í almenna íbúðakerfi sem er þá ætlað fyrir óhagnaðardrifin leigufélög að stunda starfsemi sem er þá í rauninni ekki á framboðs- og eftirspurnar basis hvað var að verðsetninguna og það hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif þrátt fyrir allt á stöðun og leigumarkaði. Sjáum að við innkomu þessara íbúða sem að byrja að koma inn hann í 2017, ég teka fram ég man ekki neitt, en ég held að það hafi verið 2017 byrja að koma inn, þá í rauninni sjáum við tölunum, ég held að sé alveg upp undir þessum 10-15% af aukningu íbúða í Íslandi hefur verið í þessu kerfi. Þannig að þetta hefur skilað gríðarlegum árangri til þess að minnka munin á milli framboðs- og eftirspurnar að einhverju leyti og við sjáum líka í greiningum okkar að þetta virðist virka líka á þann hátt að þetta skila sér í ódýrara húsnæði fyrir leigjendur. Ef við gerum samanburð á húsnæði sem er í þessu kerfi og svo þeir sem er þessu kallum engamarkaði þar sem að bara hver sem er að leigja út hvað sem er íbúðarhúsnæði, þá getur verið á mánaða basis 100.000 króna munur á leiguverðinu og fjölskyldur sem ekki hafa mikið til umráða, þá erum við að sjá þetta bara gríðarlega áhrif á kjör þeirra. Og það má enn auka í þarna og þetta er hluti af húsnæðisstefnu stjórnvalda, það sé ákveðið hlutfall af byggingum sé þess konar húsnæði sem við erum að ræða. Þannig ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægur þáttur í að létta á vandanum hjá almenningi. Það eru alveg spurningar hvort við höfum vilst af leið með því að leggja niður verkamannabústaði og ýmis svona félagsleg úrræði sem voru fyrir hendi. Er það ekki alveg rétt? Það eru bara gildi. Já, það má sjá það í tölunum bara ef þú skoðar aftur í tímana, sko, ég held að sé alveg ljóst að það hefur myndast gat á íslenskum húsnæðismarkaði sem að þegar félagslega íbúðakerfið er í rauninni þegar því er hætt og ég held að það sé einmitt hafi verið mjög gott að þegar 2016 þegar lögum almenna íbúðakerfið er sett og þegar byrjaði að byggja í því, ég held að það hafi verið mjög gott einmitt að byrja að stoppa upp í þetta gat því að sko á þess að vera of dramatísku með þetta en það má kannski segja sem svo að við svona skortsástand eins og er á Íslandi er oft gott að koma með einhverjum samlíkingar eins og ef að þú ert stattur í miðri eyðimörk og ert að deyja og þorsta og hvað borgaru fyrir kókflöskuna eða pepsiflöskuna, ég ætla ekki að gera upp á milli þarna. Helling. Já, ég held að sé ekkert þak á því verði og ef við skilgreinum húsnæði sem grunnþörf þá sjáum við það að vera bara með hreinan markaðsdrifin húsnæðismarkað, sko, þá er hægt að hætta hann
að það sé ekkert í rauninni þakið, það sé einskorist ekki við neitt annað heldur en í rauninni bara hvað menn eru tilbúinir að borga. Sko, en ef að þarna væri brunnur sem væri á einhverju ríkisverði eða hvað við að segja í eyðimörkinni, þá myndir nú sennilega bíða með að fá þér Pepsi eða Coke og fá þér fyrst vatn sko. En þeir sem að vilja Pepsi eða Coke geta keypt það, skilurðu. En erum við ekki sko komið líka með andstæðu þessara gömlu félagshugsunar með hákarlakerfinu? Það eru voldug fjársterkir aðilar sem að kaupa húsnæði til þess að græða á því hvort sem það til að leigja út eða til að selja þetta eða hvernig það sko. Þetta sumpart svolítið ógeðfelld þróun sem að hefur orðið hér á húsnæðismarkaði svolítið með andstæðu félagshugsunarinnar. Sko það má segja þetta sko að þetta eitthvað sem að við þurfum að gera upp við okkur á Íslandi og þá vísa ég til þess að ég sagði áðan, við þurfum að gera upp við okkur hvort að húsnæði á öllum hluti að vera hluti af einhverjum markaði eða hvort að þetta annars konar fyrirbæri heldur en einhver venjuleg markaðsvara. Grunnþjónusta. Akkurat. Eins og bara rennandi vatn í krana. Akkurat og ef við setjum okkur í þau spor að við lítum þannig á að þetta sé grundvöllur fyrir því að samfélagi geti dafnað og vaxið og fólk geti átt gott líf og allt það, þá hljótum við að setja spurningamerki við það. Og ég held að innkoma almenna íbúðakerfisins sé einmitt mjög jákvæð að þessu leyti. Minnstakosti einhvers konar gólf sem að svona svolítið tiltölulega stöðugt fyrir þá sem að þurfa á að halda en það má náttúrulega gera betur í þessum efnum og ég vona að þetta haldi áfram til einhverju lengri tíma því að þörfin hún heldur áfram að safnast upp. Já. Það bara staðreynd. Á hvaða aldri meðal leigjandinn á Íslandi? Sko, leigjandinn á Íslandi eru á öllum aldri og við eigum eftir að gera greiningar nákvæmlega á aldursdreifingunni í leiguskráni sem er nýtt tól sem er gríðarlega mikilvægt í greiningum á leigumarkaði. En samkvæmt leigumarkaðskönninni þá sjáum við það að sko, það eru aldursbil þarna sem eru minna á leigumarkaði heldur en hafa verið. Það er yngsta fólkið okkar. Og þá kemur þetta sem að menn hafa haft tilfinningu fyrir svolítið. Eru börnin, sem eru þá ekki börn lengur, að búa lengur í foreldrahúsum, af því það fækkar í þeim hópi sem er yngsta hópnum á leigumarkaði. Að sama skapi virðist fólk sem er á aldursbilinu 35-44 ára, sem er þá væntanlega sá hópur sem hefur einna mesta þörf fyrir ákveðna tegunda húsnæði vegna þess að þetta er væntanlega hópurinn sem væri að stofna til fjölskyldu og þess háttar. Hann virðist vera lengur og fastari á leigumarkaðnum samkvæmt viðhorfskönnunum okkar og það held ég að sé ekki jákvætt ef maður horfir til þess að það er mjög hátt hlutfall þeirra sem er á leigumarkaði þar sem leigumarkaðin er ekki fyrsta val. Þau eru semst ekki þarna vegna þess að velja að vera þar heldur vegna þess að þau geta ekki gert neitt annað sem væri þá eins og íslensk menning það er að kaupa sér íbúð. Og þetta er mjög áhugavert að sjá og ef maður, sko þetta er náttúrulega kannski kynslóðin má segja einhverju leyti sem að kannski fer sem tekur sín fyrstu skref í hruninu og allir því sko og kannski er þetta vísbending að fólk hafi ekki náð sér á strik ef það væri, en þetta væri sjálfur sér ekki vandamál þar að segja að fólk væri að festast á leigumarkaði ef að fólk teldi það gott að vera þar og það er mikið verk óunnið þar tel ég bara á ýmsum sviðum hjá okkur í því en ég tel að þessar greiningar sem að við getum gert núna með tilkomu leiguskránar að þær eiga eftir að gefa okkur aðeins svona skýrar og betri mynd til þess að það sem við getum byggt í raun á einhvernum raunsönum gögnum hvaða skref við ætlum að taka og hvaða áhrif þau koma til með að hafa. En þetta sem þú nefndir sko með svona yngri kynslóðir að þær festist í Vítahring mögulega og náttúrulega það segir sjálft ef ég var að borga 400 skall í leigu á mánuði þá hefði ég ekki pening til þess að leggja fyrir íbúðakaupum en sko er þetta stak inn í vísbendingar að yngri kynslóðir séu hlutfallslega að hafa það verra miðað við aðra aldurshópa nú í samtímanum miðað við fyrir tíma. Þetta er að minnstakosti innlegg í þá umræðu og það er neikvæðu hliðar sem við sjáum í viðhorfskönnunum hvað þetta varðar. Það eru svolítið svona vísbendingar það að mögulega séu við að fara að horfa á ef ekki verður leyst úr þessum vanda að þetta geti orðið langvarandi vandamál
og að innkoma yngra fólks á húsnæðismarkað, hvort heldur á leigumarkað eða eignamarkað, hún sé að verða þyngri. En það náttúrulega líka verður að hafa það í huga að efnahags forsendur á Íslandi þær breytast og það koma tímabil. Nú erum við virðist vera í svona ákveðnu hávaxta tímabil og þess áttar, og innkoma á markaðin þegar það í gangi náttúrulega erfiðari. En það kannski eitthvað sem maður mætti líka gæta að bara í hagstjórninni almennt, þú veist, að það þarf að taka þetta allt saman, ég vissum að menn gera, það þarf að hafa þetta allt saman í huga, því að fólk bara 25 í 1 ár, eða 33 eða hvað það nú sko, og á þessum tíma þar sem að þú þarft að fara út í lífið og bjarga þér, þá skiptir máli hvort þú getur staðið á eigin fótum eða ekki, og gögnin sín okkur að einhverju leyti það sé mögulega að minnka að fólk fari bara beint úr kannski eins og háskólanámi eða eitthvað svoleiðis út á íbúðamarkaðin, það sé lengur í heimahúsum eða eitthvað slíkt sko, sem vísbending myndi ég segja inn í þetta. Getur verið að sumt fólk rekist líka bara hreinlega úr landi, því að mér finnst í mínu nærumhverfi ég þekki bara ótrúlega marga sem að hafa ákveðið að fara til útlanda og bera við ástandinu á leigumarkaði, og það sé ekki takt að kaupa húsnæði lengur á Íslandi nema það er öflugt bakland innan fjölskyldunar. Já, þetta vissulega eitthvað sem að maður hefur svona orðið var við sem vísbendingar en mér langar þó að benda á það og geta þess að þetta að verða nokkuð svona alþjóðlegu vandi, húsnæðismálin almennt. Við sjáum það í mörgum nágrannalöndum okkar og löndum sem við berum okkur saman við, að húsnæðisvandinn hann er eiginlega svona svolítið, ég þóri ekki kannski að setja mig í spor einhver sagnfræðings eða stjórnmálafræðings, en þetta að verða eitthvað svona 21. aldar vandamál og ábyggilega fjölmargar ástæður þar að baki. Og hefur þá leiguverð verið að hækka í löndunum í kring líka? Já, við sjáum það að minnstakosti sko, Ísland náttúrulega, það svona ákveðin einföld mynd á Íslandi vegna þess að hér bara ein borg og svo landsbyggðin, en við sjáum það í einstökum borgum í kringum okkur að það myndast oft mjög slæmt ástand á húsnæðismarkaði þar sem að eftirspurnin margfalt meiri og þetta virðist ekki ætla að minnka neitt á næstunni en þá líka spurningin, þú veist, hvaða úrræði hafa menn verið með á vissum svæðum sem hafa virkað eða ekki virkað og svoleiðis, og þetta eitthvað sem við viljum skoða mjög vel, því að þegar kemur að því að taka ákvarðanum hvað við gerum, þá mjög gott að við vitum hvað aðrir hafa reynt að gera eða gert og tekist og allt þetta en vissulega held ég að fólk sem að fara af stað núna út í lífið og kannski með fjölskyldu og svoleiðis, það hugsi sér tvisvar áður en það fer á íslenskan húsnæðismarkað, margir hverjir, og eins og þú nefndir, sterkt bakland skiptir náttúrulega miklu máli og sér í lagi þegar að ræða að kaupa sér fasteign, því að í núverandi efnahagsástandi er fjármögnun erfið, það bara staðreynd. Og sumt ungt fólk hugsa sér tvisvar áður en það fer út í barneignir, annars vegar af efnahagslegum ástæðum og hins vegar af umhverfislegum ástæðum líka bara. Hvað var það loftslagsvandan og siðferðislega ábyrgð að fæða börnin í ótrygga framtíðarveröld. Þannig að það er sannarlega mörg viðsjáin sem við blasir. En segðu mér aðeins nú ég fæddur 1965 og ég ólst upp út á landi og eins og margir Íslendingar þá hleypir maður svo heim draganum eftir stúdentspróf og maður kemur hingað suður og leigumarkaðurinn var nú bara í góðu lagi sko. Og stundum kom það fyrir að maður gæti jafnvel svælt leiguna aðeins niður frá ásettu verði vegna þess að það voru ekkert margir að skoða þessar íbúðir sem voru til leigu. Þetta voru nú reyndar ekki miklar hallir sumt af því sem maður bjó í, en Ísland var nú þannig þá að við þurftum enga höll á meðan við vorum að koma undir okkur fótunum, og svo held ég að flestir minna jafnaldra hafi náttúrulega forréttinda fólk, þetta fólk með stúdísgráður og menntun og háskólapróf, ekki klassíst kannski tversnið af Íslendingum, en ég hugsa að svona flest okkar hafi, mér líkur við að segja vandræða lítið, komið undir sig húsnæðisfótunum öðru hvorum megin við 30 sko. En núna einmitt hefur maður þessa tilfinningu að maður veit að stór hluti leigjenda, eða nokkur hluti leigjenda skulum við segja, hann býr við eins og þú nefndir áðan
ekki neina okurleigu, ágætt öryggi, gott samkomulag á milli leigusala og leigutaka, en við heyrum svona í vaxandi mæli sögur af hryllingnum og hinu öllu. Það sem hefur þá gerst síðan ég var ungur og ég var sjálfur á leigumarkaði er fyrst og fremst það að það er fleira fólk að bítast færri eignir. Ég held að það sé stærsti þátturinn sem við getum augljóslega bent á og nú er ég fæddur aðeins seinna heldur en þú. Já. Og ég upplifði þetta sama þegar ég fer til Reykjavíkur í nám og þess áttar að þá einhvern tíma tók ég nú að reikna þetta sem hlutfall af ráðstöfunartekjunum mínu var bara fín íbúð í Hamraborginni í Kópavogi. Við vorum 2 frændur að leigja hana saman og þetta var fyrir neðan OECD viðmiðin í hlutfalli af húsaleigu. Ég hefði vel efnað á þessu þó ég var í hlutastarfi og þess áttar. Svo þegar ég er búin að koma upp undir með fótunum og orðin tæplega 40 þá lítur þetta öðru sér við þó ég sé með mun hærri tekjur og standi betur að öllu leiti þá er þetta bara orðið miklu hærra hlutfall af ráðstöfunartekjum og það eru margir sem að þekkja þetta og leigumarkaðurinn hann er erfiður að þessu leiti sérstaklega í dag vegna þess að tækifærin til þess að komast út af honum eru þeimun minni, þeimun hærri hlutfall af ráðstöfunartekjum sem þú greiðir í leiguna þá er náttúrulega með minna til umræða til þess að safna og að sama skapi hefur náttúrulega húsnæðisverð hækkað líka umfram almennt verðlag talsvert mikið þannig að inngangan á markaðinn þessi klassíska útborgun hún er orðin eitthvað sem að mér finnst mjög skrítið að fólk hreinlega ráði við að safna sér upp í. En það er náttúrulega hámis líka með stjórn ákveðins úrræðis þar sem eru hlutdeildarlánin. En þau eru... þau hafa nú verið í einkennilegri stöðu. Já. Allt búið að vera fast þar og engin hlutdeildarlán veitt mánuðum eftir að átti að vera búið að veita þau vegna þess að þau kláruðust í einhverjum legg og var meiri umfram eftirspurn en framboð. Þetta er skortur á fjármögnun og það er eitthvað sem ég þekki þetta ekki nákvæmlega mjög vel, þetta kemur ekki beint inn á mitt starfsvið en það er þá væntanlega Alþingis og ríkisstjórnin að leysa úr því og ég held að það horfi alltaf betri vegar, ég veit ekki betur en það er ekki gott ef úrræðin sem að eiga hjálp að stoppa og vonandi er það ekki í langan tíma en á móti kemur líka það er náttúrulega þetta er hjálp þeirra sem að fara að kaupa húsnæði sem er í boði sem passar við skilyrðin þetta hjálpar ekki ef það er ekki húsnæði í boði heldur þannig að þetta er eins og ég segi það eru margir litlir hlutir sem að hjálpa en við rekum okkur aftur og aftur á framboðsvandann í þessu sem er náttúrulega ekki skemmtilegt. Nei. Ræðum aðeins líka bætur sem leigjendur fá, þær kallast húsnæðisbætur, ekki satt. Þar er ekki hort til þess hvort þú ert að greiða okurleigu eða ekki og það er ekki hort til fjölda Það er hort til fjölda og það er endar og meiri sér núna nýjasta breytingin á lögunum sem að tók gildi núna held ég 1. júní ef ég man það rétt hún jók meiri sér hámarksviðmið útreikningurinn fyrir hversu miklar húsnæðisbætur getur fengið miðað við 4 og fleiri en núna eru 6 og fleiri þannig að það ekki auki til fjölda í húsnæði en það er ekki hort á verðið nema það má ekki vera lægra heldur en ákveðið hlutfall þannig að einstaklingur sem er að leigja 300 fermetra og 50 fermetra fær sömu húsnæðisbætur öllum líkindum og það er náttúrulega á sér skýringar og ástæður og allt það sem eru það náttúrulega á ekki vera að hjálpa fólki að vera í of dýru húsnæði þetta er hugsað sem stuðningur við tekju og eignalága og en það er mjög áhugavert einmitt í því að því að ég er alltaf að tala um þennan framboðsvanda að nú hafa stjórnvöld aukið í stuðning við leigjendur í formi húsnæðisbóta síðustu árin grunnviðmiðin hafa verið hækkuð og bæturnar hafa verið hækkaðar og ýmislegt gert en það sem við sjáum hins vegar í framkvæmdinni á húsnæðisbótunum er það að sá fjöldi heimila sem fær húsnæðisbætur hann helst stöðugur þannig að aukið fjármagn inn í kerfið skila sér ekki í fleiri umsækjendum sem er vísbending það að það mengi af íbúðum sem eru gjaldgengar í húsnæðisbótastuðningin og þeim leigjendum sem hafa aðgang að þeim það sé bara svona orðið nokkuð fullt í og við erum alltaf að horfa á cirka 16 heimili á mánuði sem fá húsnæðisbætur. Tengist þetta ekki bara svartri leigu? Ég held að það get ekki verið skýring að öllu leyti. Þrátt fyrir að við vitum að
sennilega 60% af leigumarkaðnum á Íslandi er drifin áfram af einkaaðilum. Það eru einstaklingum sem að leigja einstaklingum, skilurðu. Ólíkt því sem við þekkjum í flestum nágrannaríkjum okkur þar sem að eru þar til gerð leigufélög og þess áttar. Þá erum við út af eignastefnunum sem hérna hefur alltaf verið við lýði, þá á fólk húsnæði og það leigir það út. En hérna, það eru líka sko, búsetuformin í dag eru öðru seldur en voru kannski þegar þú varst að koma inn og ég að einhverju leyti og meira kannski ætti það sem að foreldrar okkar að ömmur og afar kannski frekar byggu við að það er orðið mjög algengt að fólk búi margir saman, ekki tengdi fjölskylduböndum með þess áttar og kannski í húsnæði sem er ekki skilgreint, þú veist, hluta af húsnæði sem skilist sem íbúðarhúsnæði. Þá er að tala um leigja kjallara, og skipta upp íbúðum og þess áttar. Svoleiðis húsnæði stundum, einhverju tilfellum, er ekki gjaldgengt fyrir húsnæðisbæturnar. Þannig að það er ýmislegt í þessu sko. Ferðaþjónustan náttúrulega líka tekur hellinga húsnæði Airbnb sem í stað þess að Íslendingar geti átt kosta á að leigja þar. Sko akkurat, þetta er góður punktur sko. Við það sem að núna við erum mjög spennt fyrir og byrjuð að gera og það er núna bara þessum tölu orðum, þá eru hagfræðingarnir að skoða þessa hluti í tengslu við leigumarkaðin. Sko húsnæði sem verður til og er byggt og er á markaði eða ætti að vera markaði er alveg öruggt að það skilir sér allt til íbúðar. Nei, það er það ekki. Það er ekki alveg þannig og við sjáum í tölum varðandi eins og til dæmis Airbnb og þess aftur sem við höfum aðganga að það er þetta er nokkuð stórt mengi sem að fer þarna undir sem að sennilega er nógu stórt til þess að hafa áhrif á húsnæðismarkaðnum í Íslandi og þá er þetta náttúrulega bara eitthvað sem að Íslendingar og stjórnvöld vera að gera upp við sig sko, þú veist, hvar eiga skorðurnar að vera í þessum efnum, þú veist, að því að þú veist, sko, það gerir teikninga húsið, það er íbúðarhúsnæði og það er byrjað að byggja húsnæði, það er engin lán, þetta er íbúðarhúsnæði alla leiðina. Svo er húsnæði tekið í notkun og þá er þetta kannski ekkert lengur innan gæsaleppa húsnæði fyrir heimili, skilurðu. Þú veist, það er ekki fólk sem býr þarna. Nei. Og það geta verið ýmsar ástæður, það eru orlofsíbúðir, það er þetta Airbnb, þú veist, kannski getur Siggi sem býr í Gráin sem er alltaf að fara í Hörpu, eitthvað, hann vill eiga eina íbúð þarna miðsvæðis, þú veist, við þurfum að fara að skoða þessa hluti betur og erum að fara að gera, skoða, þú veist, hvað verður þessar innan gæsalappa íbúðir. Það er eitthvað hlutfallarna sem fer ekki í að svala þörfinni, hversu hátt það er, hvað áhrif það hefur, þetta þarfnast frekari greininga, en það er mjög mikilvægt að skoða þetta, tel ég. Efnahagsleg og félagsleg stéttaskipting, það er talað um að hún sé að aukast og þessi málaflokkur, þetta sem við erum að ræða, það gæti spilað þar inni, ekki satt? Sko, ég held að við þurfum að passa okkur á því, sko, ef við viljum ekki sko, búa til óþarfa stéttaskiptingu þegar við getum komið í veg fyrir það, ef það er það sem við viljum, þá er augljóst mál að staðan á húsnæðismarkaði hefur gríðarlega áhrif þar. Ef að fjölskyldur eru fastar í leiguhúsnæði sem það hefur tæplega efni á, sem er ekki eins og við hæfi, maður ímyndar sér að þetta geti haft langvarandi áhrif. Þú veist, það er bara þannig. Og verstu dæmin það er náttúrulega sorglega við þetta og það er svona ákveðin mótsegn í því að sennilega eru verstu dæmin út frá svona samfélagslegum viðmiðum akkurat dæmin sem við vitum minnst um. Það er að segja það hafa verið gera greiningar hérna af verkalýðshreyfingunum og fleirum og við höfum reynt að nálgast þennan hóp betur, það er að segja hópur til dæmis fólks af erlendu bergi broti sem að mögulega kemur hérna kannski tímabundið eða kannski til langvara til þess að vinna og eitthvað svoleiðis. Við þykjumst vita það að þarna séu aðstæðurnar mögulega verri heldur en almennt gengur og gerist að mörgu leyti. En þetta er líka hópur sem er mjög erfitt að greina og það er eitthvað sem við viljum reyna að gera betur í. Við teljum til dæmis eins og í þessari leigumarkaðskönnun sem ég nefndi sem er alveg gríðarlega mikilvægt tól í að greina hvernig viðhorfin er á leigumarkað, hvernig fólk er að upplifa þetta og hvernig því líður og allt þetta og hvað það er að borga og allt þetta. Þegar svona viðhorfskannanir eru gerðar þá náttúrulega eðlilega er væntanlega erfiðara að ná í fólk sem er ekki kannski orðið eða hefur ekki tök á að vera fullir þáttakendur í samfélaginu. Þannig að þarna eru líka svona einhverjir svona blettir sem við viljum kannski aðeins skoða betur. En ég held að sko þetta sé líka bara eitthvað sem við þurfum að fara að gera upp við okkur sem samfélag, þú veist, hvernig á að standa þessum málum. Og þú nefndir áðan hérna þegar félagslega íbúðakerfið var í gildi og allt það og ég meina það var lausn á vanda sem hafði safnast upp á Íslandi í einhver áratug á sínum tíma og svoleiðis og
og ég meina við horfum á að það sé kannski farið að það sé ekki vanþörf á því að bæta í þessa nútíma útgáfu af því má segja sem er þessu óhagnaðardrifnu félög í gegnum almenna íbúðakerfið. Þar gæti komið svona ákveðin svona grunnur fyrir allavega þá sem að standa verst hvað var að tekjur og eignir, en það má ekki líka heldur gleyma félagslega þættinum, þó að hér séu vissulega þrátt fyrir allt á Íslandi þá eru hérna það er félagslegu stuðningur við fólk þegar kemur á húsnæði. Sveitarfélögin eru með svokallaðan sérstakan húsnæðisstuðning sem að kemur ofan á húsnæðisbætunar og þar geta þau tekið annars konar mat heldur bara eignir og tekjur og þess áttar, tekið félagslega aðstöðu og eitthvað svoleiðis. Það er að minnst kosti ekki loka fyrir það, þó svo að það hefði kannski gerst svo litið í þessu stuðningskerfi að útreikningurinn varð svolítið út frá húsnæðisbótunum sem að kannski var ekkert endilega sem stefnt var að. En ég veit þessi málaflokkur er allir í endurskoðun hjá stjórnvöldum og það á að endurskoða húsnæðisstuðningin. Og mér langar að benda á það að sko það stundum er mjög gott að hugsa hver tilgangurinn, hver niðurstaðan á að vera. Það er nefnilega að húsnæðisstuðningur getur verið þannig að hann er viðbrögð við ákveðnum vanda, en hann getur líka verið þannig að hann sé þáttur í að leysa einhvern vanda. Það er ekkert endilega auðséð, eins og ég var að nefna við áðan með mengið sem þykkur húsnæðisbætur, að húsnæðisbæturnar séu liður í því að leysa vandan, það er liður í að bregðast við honum. Plástur og sárin. Já, á meðan að almenna íbúðakerfið þykist ég vita að sé liður í að leysa hann, ef þú skilur hvað ég er að fara. Ég skil hvað þetta fara. Sko það er þetta með einangrun hópa og það er festist. Ég bjó einu sinni í Wales og þar hafa nú menn heldur betur þurft að ganga í gegnum atvinnubreitingasögu. Þar vann nánast annað hver landsmaður við kolavinnslu og svo náttúrulega breytust tímarnir og námurnar tæmdust að kolum og það eru til þorp í Wales sem að sko breyttust úr því að nánast allir höfðu atvinnu upp í það að kannski 60-70% íbúa voru atvinnulaus og ég las rannsókn sem að sýndi fram á að börn atvinnulausra í Wales eru líka miklu líklegri til að verða sjálf atvinnulaus og alls konar svona félagslegar áskoranir sem að fylgja þessu. Hér á landi ætti sérhver Íslendingur að geta valið það hvort hann fer í séreignastefnuna eða leigir og það ætti ekki að vera sko þannig að nokkur maður líti niður á þann sem kýs að leigja. Oft er þetta nú ekkert annað en húsalega, þessi verðtryggðu lán. Maður með aðeins betra atvinnur, húsnæðisöryggi heldur en leigjandinn, en þetta er náttúrulega gjörsamlega sturlað að við greiðum þrefalt þá krónu tilbaka sem við fáum að láni og séum að því núna fram á efstu ár og kannski sumpart ekki allur munurinn á þeim skuldsettustu sem að eiga innan gæsalappa sitt húsnæði og leigjendum. En ef hort er framhjá því að sumir bara taka þá ákvörðun að vera leigjendur og eru stoltir leigjendur og lifa vonandi bara sæmilegu lífi, þá sem sagt þetta að festast í einhverjum vítarhing, þetta er eitt af áhyggju efnunum. Já, þetta er það og við viljum hjá HMS í okkar leigumarkaðsgreiningum, við viljum líka vera með félagslega vinkilinn inn á þetta og við teljum gríðarlega mikilvægt að þegar teknar ákvarðanir um framtíðastefnu eða viðbröðuxleis að þetta sé með inn í reikningnum. Það er náttúrulega hægt fyrir einhverja svona menn sem starfa á skrifstofu við greiningar eitthvað að horfa bara á sinn þátt í þessu sem er bara einhverjir fermetrar og eitthvað svoleiðis. En þegar öll á botni kvólt þá er hlutverk stofnana eins og HMS að skapa eitthvað virði fyrir samfélagið til langt tíma. Og félagslegi vinkillin er alveg klárlega eitthvað sem að má ekki hætta að hugsa og þarf í rauninni að bæta í. En nýfrjálshyggjan hefur nú svolítið ítt honum út og aukin einstaklingshyggja bara, ekki bara á Íslandi. En finnst þér að það sé að koma aftur einhver skilningur á félagslegum úrræðum? Já, ég tel svo vera. Mér finnst í rauninni vilji stjórnvalda og það virðist vera nokkuð svona óháð einhverjum svona stefnum og flokkum og svoleiðis
ég held að þessi aftur að verða kannski svolítið á Íslandi að það eru allir sammála um það að það séu hópar sem að geta ekki verið þáttakendur í þessari ströngustu samkeppni á einhverju markaði og þá spyrir maður að segja mitt við erum að leggja þjóðfélagi að leggja til peninga í húsnæðisstuðning að ýmsu leyti og almenna íbúðakerfið og allt það en verið að byggja nógu mikið það komum við aftur að því þrátt fyrir þetta við gætum sett meiri peninga í það allt saman en myndi það skila sér í auknum íbúðum hvar stoppið og hvers vegna og allt það og þetta er eitthvað sem þarf að fara að tala en ég held allavega ég held að hvort heldur þú ert gríðarlega hægri sinnaður og einstaklingshyggjumaður eða gríðarlega vinstri sinnaður og mikill félagshyggjumaður og eitthvað svoleiðis ég hefði alltaf haldið að það myndu allir sjá gróða sinn í því að búa í samfélagi sem að væri svona nokkuð stöðugt og stöðuleika samfélagsins náttúrulega alltaf ógnað þegar það verður mikil misskipting það er einhver munur á því hversu mikilum getur orðið áður en að verður vandrað ástand fyrir alla. Og ójöfnuður til dæmis veldur heilsutjóni, alls konar viðbóta kostnaði fyrir hið opinbera? Það er vissulega rétt. Þannig að það eru margir vinklar á þetta. Þú þarft ekki að vera, það þarf ekki að nálgast þetta bara út frá einhverju ákveðinni pólitík eða einhverju annarri. Við til dæmis, þegar við erum að skoða þessa hluti, þá er það algjörlega óháð þessum þáttum. Við erum að reyna að skoða þetta út frá því hvað er það sem að leiðir af sér bestu niðurstuna fyrir Íslands samfélag og í almenningi í landinu. Og auðvitað má svo rífast um það á pólitíska sviðinu og allt það og hvað er líklegt til árangurs og þess vegna er gríðarlega mikilvægt fyrir stofnun eins og HMS sem hefur mjög stórt og mikilvægt hlutverk á húsnæðismarkaðnum að veita meira en upplýsingar en minni og þáttur í því til dæmis núna við erum núna að vinna því að koma upp leiguversjá sem dæmi úr leiguskráni sem að kemur til með að gefa öllum aðilum markaðsins svona jafnari stöðu hvað varðar upplýsingar að þú geti farið og leitað í sirka svona því sem þú ert að hugsa eða þú ert að leigja hugsulegis og auðvitað getur það leitt til þess að þú átt að borga meira eða að þú færið minna fyrir húsnæðið eða eitthvað svoleiðis. Sannleikurinn getur oft haft leiðilegar afleiðingar en hann er nú samt sagna bestur segir í forkveðina og ég held að niðurstöðurnar sem við byggjum á einhverjum raunverulegum áræðanlegum gögnum hljóti alltaf að vera þó allavega betri og þá má kannski bara sjá hvað fór úrskeiðis í framkvæmdinni eða stefnunum sem var tekin Já. En leigubremsan sem að margir vildu sjá þegar verkalýðsfélögin sömdu fyrir nokkrum mánuðum en var fallið frá og er svona dúkar stundum upp væri hún til bóta? Það er nefnilega það er tvennt í þessu með það sem við höfum skoðað þá er ekki augljóst að hún hafi tilætluð áhrif það er að segja eins og ég nefndi áðan þá er samkeppnin íbúðarhúsnæði ekki bara á milli leigjanda og kaupenda það eru aðrir aðilar sem eru í samkeppni íbúðarhúsnæði fjárfesting í óstöðu eða efnahagsástandi sem er á þann veg það er dæmum það fólk hreinlega kaupa íbúðu til fjárfestinga það eru, eins og ég segi það eru atvinnustarfsemi sem er svona Airbnb og þess aftar, þú veist þannig að það verður að gæta þess að ef að leiguverðinu ef að því er stýrt ákveðin hátt eins og með því að festa það í einhver tíma eða eitthvað svoleiðis þá er hættan svo að það detti íbúðir af markaðnum sem er nú þegar í vandræðum vegna þess að það vantar íbúðir á hann og niðurstaðan verði þá kannski ekki þú sem menn vilja en ég ætla að geta þess að þegar rættur úrræði eins og leigubremsu eða eitthvað svoleiðis eða leiguþak eða eitthvað þess aftar þá er voðalega erfitt að tala um þetta nema þegar einhver tiltekið ákveðið úrræði skilgreint úrræði er rætt með hvaða hætti er þetta gert, hvernig þetta myndi virka og allt þetta þá fyrst er hægt að koma með einhver svona greiningu á því hvað er verið að tala um en ég held svona að í grunninn þá að því það verður alltaf að gæta þess að þær leiðir sem eru ætlar til þess að bæta stöðu leigjenda bitni ekki á þeim til skamms eða lengri tíma en ég hlakka bara til að skoða ef að koma tillögur sem eru mótaðir þessa hluti hvernig þær myndu líta út og við hjá HMS erum ekki með einhver svona fyrirfram ákveðna skoðanir þessa hluti, bara alls ekki Nei, en þetta er náttúrulega sláandi að sjá hve margir berjast húsnæðið alltaf 1300 umsóknir leigu húsnæði nei fyrirgeðu það er alltaf 1800 í
apríl núna á þessu ári 1800 mann sem að telja sér þurfa á leiguhúsnæði að halda og þeirri hættu augljóslega boðið heim að það sé okrað alveg svívirðilega á fólki sem að þarf svo sannarlega þak yfir höfuðið og hefur ekki í önnur hús að venda en það ekki síst kannski líka bara að ræða þetta það eins og hafi mér finnst svona ákveði viðhorf í samfélaginu að þú átt bara að eiga þetta eigið húsnæði og ef þú átt það ekki þá áttu kannski ekkert svo rosalega gott skilið og þótt þessi pönkastaður, þótt þessi okraðaður þá eru bara að hafa það þú er einhvern veginn ekki staðið eimir eftir af mjög svona hörðu viðhorfi sem verður til í allt öðruvísi umhverfi eins og við vorum að lýsa í okkar fortíð heldur en núna Vissulega alveg rétt. Er það ekki? Ég hef í svona vinnu minni í gegnum tíðina í tengslum við að reyna að finna lausnir á húsnæðismarkaði, maður er komið að einhverjum hópum sem hafa verið að tala, þá hefur oft komið upp það vaknar alltaf þessi spurning, af hverju erum við svona neikvæð gagnvart leigumarkaðinum almennt? Við getum verið neikvæð gagnvart ástandinu sem núverandi, eitthvað svoleiðis, en almennt erum við Íslendingar frekar neikvæðir út í þetta úrræði bara strax í grunninn. Og þá er ég ekki að gera lítið úr því að fólk upplifi stöðu sína slæma sem fast á leigumarkaði. Ég er að meina það og ég svona hef ákveðnar hugmyndir það að ef við skoðum, það er alltaf klassist að bera saman Norðurlöndin, þar sem okkur finnst alltaf allt vera miklu betra stundum og þú veist, og þá tökum við það sem það kemur alltaf þessi í öllu partíum sem segir ég bjó nú einu sinni í Svíþjóð og ég er þessi gaur og þar það var margt mjög gott við hvernig þessu stilt upp þar. Til dæmis húsnæðisöryggi, það er með allt öðrum hætti þar heldur en hér. Meðallengd leigusamninga á Íslandi síðast þegar ég skoða þetta og ég minni á, ég er ekki talnaglöggumaður, 1,3 ár, eitthvað svoleiðis. Afskaplega stuttur tími. Það er ekki lengra. Í Svíþjóð var þetta svona sirka þannig að ef þú ert með leiguhúsnæði þá hefur þú svolítið mikil umráð yfir því. Þér verður ekki hent út úr leiguhúsnæðinu nema þú standir þig eitthvað voðalega illa gagnvart hinum sem búa þarna eða skilurðu þess áttar. Og þegar við berum saman kerfin sem eru í þessum löndum okkar, þá er ýmislegt sem að við getum tekið þaðan og væri betra að hafa. En að því sögðu, það eru vandamál þarna líka. Ég meina, þau voru þegar ég var þarna fyrir mjög mörgum árum síðan að sagan sæði að þegar þú fæddist þá varstu settur á biðlista í Stokkhólmi. Af því að þegar þú eru gamall þá getur þú kannski búið í Stokkhólmi. Þannig að kostur og gallar og allt það. En stjórnvöld hafa núna sett mikið púður í því að reyna að auka húsnæðisöryggi og það liggur fyrir núna frumvarp fyrir Alþingi breytingu húsaleigulögum sem ég tel vera gríðarleg bót að mörgu leyti. Sérilagi vegna þess að það er skráningaskyldan í leiguskrá gerð almenn. Nú er það þannig að bara þeir sem að leigja út fleiri heldur en 2 leiguíbúðir eru skyldir til skráningar. Og sem betur fer þá stökk ráðherra nú á stað og setti reglugerð strax í kjölfari sem að leyfði húsnæðisbótaþegum að skrá samningin einhliða. Það er reglugerð nr. 1/2023 saman ábyggilega einhverju áramótapartí vegna þess að annars hefði fólk mist rétt sinn til húsnæðisbóta ef að leigusalinn vildi ekki skrá samningin og var ekki skyldur til þess vegna þess að á Íslandi eru það bil 60% þeirra íbúða sem er leigðar út af einstaklingum og einhver mjög stór hluti þeirra er ekki skráningarskyldur í staðinn núna. Að samanskapi höfum við þó ekki upplýsingar mörg tilfelli hvað tíðkast á einkamarkaðnum, við veitum minna það heldur en það sem tíðkast hjá stóru leigufélögunum hjá óhagnaðardrifnu leigufélögunum og þess áttar. Og er ekki rétt skilið hjá mér að þið hafið rekið ykkur á brotalamir í þessari leiguskrá ykkar, er það ekki rétt að hugtakið leiguskrá? Jú. Að hvað varðar samningsgerð og fleira? Jú, klárlega og það kannski í því hvort að átt að koma óvart, það komið svo litið óvart að umgengni fólks ekki af illum vilja, heldur bara umgengni fólks leigusambandi var ekki eins og hún á að vera og bæði við samningsgerðina og við framkvæmd samningsins. Og þetta gildi líka sem að stærri aðila, sem að fagaðila sem að bara hreinlega áttuðu sig ekki á því að það var kannski
passaði ekki alveg saman við skilyrði húsaleigulagana og að samaskapi utanumhaldið samningana hjá einstaklingum, hjá félögum og svona, það var mismunandi og þegar lögin breyttust 2023, það komi ný skyldu ákvæði í lögin, það er eins og brunaúttekt á milli aðila sem er gríðarlega mikilvægt í ljósi þeirra atburðir sem hafa átt sér stað á Íslandi núna undanfarin ár, stórbrunar og þess háttar og svo ástandúttekt sem hefur verið ákveðið svona vandamál við framkvæmd leigusamnings á Íslandi er það að fólk vil alltaf rífast eftir samningnum loki hvort að parkettið var skemmt áður eða eftir, skilurðu, og svoleiðis hluti og fólk nota, því þetta er bara svona atferlisfræðileg pæling eða félagsleg pæling, sko. Fólk er búið að gera leigusamninga í 20 ára og það verður alltaf verið svona cirka eins. Þú gerir breyting og það tekur langan tíma að síast inn. Og við náttúrulega HMS ber ábyrgð því að upplýsa fólk um þetta og við megum standa okkur miklu betur í því og vonandi er þetta og við tarka einhver hluti því að leysa þann vanda. En hægt og rólega þá vona ég nú að leiguskráin einmitt, hlutverk sem hún kannski beint átti ekki að hafa eins mikið og hún virðist ætla að hafa er það að bæta umgengni um leigusambandið. Vegna þess að í fyrri tíð það voru samningar ekkert skráðir nema þeim var þinglýst í þeim tilfellum þar sem að leigjandinn vildi fá húsnæðisbætur. Og það var líka það sem við notuðum til útreiknings svona ásamt öðrum hlutum til þess að reyna að vita hvernig leigumarkaðurinn á Íslandi. Alls ekki, tilgangur þinglýsingar er alls ekki þessi og gögnin sem voru ekki nægilega góð, en það er að breytast núna. En ég held samt sem að við erum með ágætis tól hérna á Íslandi eins og til dæmis neytendasamtökin, þau eru með leigjendaaðstöðuna sem er ókeypis bæði fyrir leigjendur og fyrir leigusala. Þar sem getur fengið ráðgjöf, lögfræðilega ráðgjöf varðandi leigusamningin og leigusamningsgerðin með þess áttar og samanskapið er náttúrulega alltaf hægt að spyrja HMS upp að einhver ákveðnu marki og ég er svona að vona að þetta haldi áfram þessi bætta umgengni og það er líka hlutir eins og uppsagnir, framlengingar og þess áttar þar sem að hægt rólega menn voru bara farnir að sko ég er með ótímabundinn samning að því hann er alltaf endurnýjaður hverju einasta ári. En það er ekki ótímabundinn samningur, það er bara alls ekki ótímabundinn samningur. Og þá svona, menn hugtaka misskilningur og þess að eins og gengur að gerist, ég meina. En þetta er líka eitthvað sem er hlutverk HMS að vera upplýsandi þessa hluti og í rauninni og við þurfum að standa okkur betur í því og það stendur nú til. En ég vona svo sannarlega að húsaleigufrumvarpið sem núna liggur fyrir, það nái fram að ganga og við getum þá fengið enn betri upplýsingar um markaðinn sem og að það er mjög mikið af svona skýringum á réttastöðu aðila og það er verið að reyna að auka húsnæðisöryggi einstaklinga því að það slægir mig alltaf þegar ég segi 1,3 ára eða hvað nú er, skilurðu mig, í lengd. Já, þetta er ótrúlega stuttur tími. Þetta er ótrúlega stuttur tími að því að sko, við höfum líka, að þau komum viðhorunum áðan ræða, þú veist, óöryggisskilyrði leigumarkaði, kannski fólk af þinni kynslóð og minni kynslóð hefur kannski haft tilhneigingu hingað til þess að hugsa að þetta sé alltaf tímabundna ástandi þar sem þú ert að koma undir fótum, veist ekki hvað ætlar að gera, vilt ekki gera fastur og svoleiðis, en þegar þú ert að tala um þetta sér að þú sért alltaf að flytja heimilið þitt á 1,3 ára fresti og fjölskyldun og börnin þurfa að fara á milli skóla og þetta er ekki kannski það sem við myndum vilja. En býður félagslegum vandamálum heim? Já, þannig að stöðugur leigumarkaður með húsnæðisöryggi er væntanlega það sem við viljum fá í þessum efnum. Já. En sko svona spurt með það í huga að svarið komi án ábyrgðar, svona þegar þið farið í kaffi, þú og þínir félagar á vinnustaðanum, hvað myndir skjóta á að hlutfall svartra leigusamninga sé hátt? Já, þetta er nefnilega mjög góð spurning og þetta er nefnilega eitt vandamál við húsaleigulögin eins og eru síðast og sko það er það að það veit enginn nema skatturinn. Við getum ekki, og meiri sé bara það að við í sjálfs getum ekki vita með fullnægjandi hætti hverjir eru fullkomlega skráningar skildir. Af því að við höfum ekki aðgang að þeim upplýsingum skatturinn hefur þessi mál. Og þar alveg er í rauninu ómögulegt fyrir okkur að segja. En ég get allavega sagt í ákveða fréttir að mér finnst skráning í leiguskrá, mér finnst hún hafa náðu lengra heldur en svörtustu spár mann skerðu manni vonum. Og sem segir manni það að allavega verstu hugmyndir svarta útleigustarfsemi hafi kannski ekki verið réttar en að ætla að skjóta á hlutfallega þess áttar þegar við förum í kaffibólla þá erum við bara giska eins og almenningur og vitum það í sjálfu sér ekki. En hvað giskar þá? Ég þóra ekki að segja tölu. Ég held hún sé ekki eins há og ég er mjög svartsýnn maður að eðlisfari mjög og ég held ég myndi ekki hafa rétt, ég held hún væri lægra heldur en það sem ég myndi skjóta. Skulum orða það þannig. En
ég hef ekki nægar upplýsingar til þess að segja til það. Ég held hins vegar að sko, það nefnilega tvennt í þessu, það er svört útlegustarfsemi að því leitinu að það ekki verið að skila því sem þú átt að skila til samfélagsins og svo þessi svartaða sem að þú ert ekki að upplýsa þó þú sért skyldugur til þess að þú sért að leigja út fleiri en 2 íbúðir og hvaða kosti og svoleiðis og þetta tvennt þarf ekki endilega að vera það sama. Ég veit aldraða sem að hafa það ekkert allt og gott sem að leigja út vistarverur og þeir sjá mikinn hvata í því að það sé svart vegna þess að annars bitnar það svo mikið á þeirra afkomu. Já. Það eru alls konar svona fyrirstöður í samfélaginu sem að sumpart bein okkur út úr hennu gagnsæja og löglega yfir í einhverja skrýtna kema. Akkurat, og þá kemur til umræðu, eru einhverjir hvatar sem að væru möguleikir inn í þessi kerfi sem væri þá þáttur meiri sig því að liðkast fyrir í frambúðsvandanum varandi þetta. En það þarf að stíga varlega niður þegar maður ræði þessa hluti að því að sko í aðra röndina myndu menn segja á að fara að auðvelda eigendum húsnæðisins enn meira að svína á mér og hinir myndu segja, þú veist, við þá verið að segja fólki að vera að fara að leigja herbyggi hjá einhverjum, það lausnin? En að þessu sögðu, þetta eitthvað sem alveg punktur, einhverjir hvatar þarna sem að mætti koma með sem að myndu auðvelda kannski aðilum sem að myndu vilja leigja út og kannski jafnvel eitthvað sem væri ígildi íbúðar en geta ekki gert það upp á yfirborðinu á þeim ástæðum og það myndi hafa slæm verri áhrif á þeirra framfærslu. Þetta eitthvað sem verðt að skoða, engin spurning. Drengur Óli Þorsteinsson hjá HMS, það búið að vera fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig og ég þakka þér ekki síst að hafa ekið alla leið frá Sauðárkróki hingað í þetta spjall til okkar á samstöðinni. Þið eru þarna stór hópur, hvað 30 manns? Ég held að sé eitthvað svona tæplega 30 starfsmenn þarna, ég ekki alveg með töluna nákvæmlega á hreinu en þetta mjög öflug starfstöð og við HMS með starfstöð á Sauðárkróki og líka á Akureyri og það líka bara, við langar að koma því að framfæra, ég meina, þú veist hvernig þetta það alltaf styttra til Reykjavíkur heldur en frá Reykjavík. Þannig að ég var enga stund að koma, en verði þá ekki lengi tilbaka, ég veit það ekki. En við kunnum þið bestu þakkir fyrir að koma hingað og svara vonandi einhvern spurningum sem hlustendur og áhorfendur samstöðarinnar hafa haft. Gangið þér vel norður á ferðalaginu. Þakka kærlega fyrir og takk kærlega fyrir að taka þessa umræðu, hún mjög mikilvæg. Takk fyrir. Að því sögðu þá reiknaði ég með að Gunnar Smári sé tilbúin með næsta kafla. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Nú ætlum við að ræða sjókvíaeldi sem við svolítið gert undanfarið, kannski ekki alveg allra síðustu daga og vikur, en nú ætlum við að fara til Seyðisfjarðar. Hann hingað kominn Magnús Guðmundsson sem býr í bænum, brottfluttur Seyðisfirðingur. Hann bjóst þarna lengi, varst í bæjarstjórn meðan þetta hét Seyðisfjörður. Nú þetta runnið saman við Múlaþing. Já, það passar. Ég bjóð þarna á síðasta fjórðungi síðustu aldar og var í bæjarstjórninni þar í 16 ár og lét mér svona almennt samfélagsmál mikið skipta. Já. En núna ertu að berjast gegn því að þarna verði settar upp sjókvíar. Já, Seyðfirðingar stofnuðu félagi Vá fyrir 4-5 árum síðan til að berjast gegn því að sjókvíar kæmu í fjörðinn og fyrir svona cirka 3 árum síðan þá fórum við að fylgjast með þessu, ég og kona mín, og höfum tekið þátt í þessari baráttu síðan og ætlum að fylgja því alla leið. Af hverju vill þessi
hópur Seyðfirðinga ekki fá sjókvíar. Það hefur nú verið að gera kannanir, bendir til þess að 70% íbúa séu þessar skoðunar, ekki? Jú, það er hvað er það sem akkur vilja ekki sjókvíar? Sko, ástæðan er svo að mönnum hugnast ekki þessi atvinnuvegur og hann passar svo illa inn í það umhverfi, það atvinnuumhverfi og félagslegt umhverfi sem að hefur verið að byggjast upp í Seyðisfirði síðustu, við skulum segja 20 árin. Og reyndar má segja að grunnurinn því hafa nú verið lagður strax 1975 þegar Þóra Guðmundsdóttir innfæddur Seyðfirðingur flutti heim og svona fór að byggja upp annars konar atvinnu hægt og bítandi heldur en var í firðinu þá og það hefur borið þann ávöxt núna eftir að atvinnulífi þar hefur í raun og veru bara gjörbreyst, við getum komið inn á það eftir frá þessum tíma að þarna hefur byggst upp mikil og góð ferðaþjónusta, mikið og gott líf í kringum listir og menningu. Má það nefna bara Lungaskólan og Lungahátíðina sem enn og reyndar að fara í gegnum einhvern breytingarfasa og fjörðurinn hefur og staðurinn hefur svona markað sér sérstöðu eiginlega á heimsvísu og búið sér til ákveðið orðspor og það orðspor er sem sagt byggir meðal annars á því að hafa náttúruvænt umhverfi og sjókvíaeldi í eðli sínu er bara ekki náttúruvænt og fólk sem er búið að leggja sér fram og leggja hjarta sitt í það að byggja upp þessa atvinnuvegi sem eru þarna núna, það bara óttast afkomu sína og hvað verður orðspor. Þóra hefur orðað þannig að það tekur 50 ára að byggja upp orðspor en 1 ára að eyðileggja það. Seyðisfjörður hefur breyst meðan annars vegna þess að Seyðisfjörður er líklega einn af þeim stöðum sem að svona töpuðu í kvótakerfinu. Dregið úr vægi sjávarútvegs og fiskvinnslu í bænum. Já, vissulega sko. Þegar ég flutti austur þarna 1977 þá voru í bænum 2 öflug fiskvinnslufyrirtæki. Það voru 4 fiskiskip sem að lönduðu þar reglulega. Í bænum voru 2 öflugar vélsmiður sem að voru með 30-40 manns í vinnu hvor og 2 fiskimjölsverksmiður. Þetta er eiginlega allt saman farið. Og þetta hefur og stór hluti af þessu var farin aldamótin en síðasta breytingi var núna í fyrra þegar að Síldarvinnslan keypti upp það sem eftir var af útgerð og fiskvinnslu á Seyðisfirði. Til að flytja það í burtu? Eða er það ekki orðið ljóst hvað það á að gera? Þeir eru búin að búið að loka þessu og búið fólki bara að eiga húsinu, eða ekki? Það er búið að loka þessu og það er í gangi nefnd á vegum sveitarfélagsins sem að Síldarvinnslan hefur reyndar aðkomu að sem er að kortleggja hugsanlega nýja starfsemi meðal annars í gamla frystihúsinu. En sem sagt kvótinn er endanlega farin frá Seyðisfirði. Já, þannig að þessi bær sem að byggðist náttúrulega sem sjávarútvegsstaður, það er engin sjávarútvegur annað lengur. Nei. Og þá ætlum ég bara ítreka aftur en á meðan á öllum þessum breytingum hefur staðið þá hefur fólk þannig heima fyrir byggt sér upp nýtt samfélag og ítreka það bara sem ég segi áðan, það er það samfélag sem menn eru hræddir við að breytist og hætti að dafna ef að kemur svona nýr framandi náttúru spillandi atvinnuvegur inn í fjörðin. Það var þegar Andri Snær var að skrifa bókina sína og svona reka sitt erindi. Þá var til hugtakið eitthvað annað. Það var spurt hvað ætti að byggja upp þá í staðinn ef við höfum ekki stóriðju eða við höfum ekki hitt og þetta. Og þá var það eitthvað annað. Er Seyðisfjörður dæmi að það sé hægt að byggja eitthvað upp úr eitthvað annað? Já, klárlega. Klárlega.
það bara liggur í augum uppi. Seyðisfjörður í dag er bara annars konar samfélag heldur en það var fyrir 30 árum síðan og fólk á staðnum sátt við það. Já. Ég upplifa það þannig þó ég sé nú ekki þarna mjög oft. Já. Ég kíkti á meðan að þú varst að tala að ég heyrðist að hafa nefnt þarna 78 eða eitthvað slís að þá voru 1000 mann sem að byggja á Seyðisfirði. Nú eru þau konur í 670. Já. Þannig að það hefur farið þriðjungur. Já. Það verður reyndar haldið í horfinu núna síðustu árin. En á fyrri hluta þessar aldar... Áfallið hafi komið fyrr. Já. Þannig að þetta er svona kannski dæmi bæ sem að nær einhverju svona leið og sátt uppbyggingu eftir kvótan og eftir áföll. Já. Þá kemur þessi hugmynd að það verið að rífa Seyðisfjörð upp, koma með atvinnu. Ég veit ekki hvað er mikil atvinna sem fylgir þessum sjókvíaeldum, það er nú umdeilt. Það verið eftir í hvort það sé sláturhús eða ekki. Já. En þá kemur hugmyndur að færa ykkur þetta svo að þið geti orðið almennilegt samfélag. Já, endilega tróða þessu upp á okkur. Það er rétt hjá þér að sláturhúsin eru stærsti mannfrekasti parturinn af starfseminni. Það er ekki á Seyðisfirði. Þetta sameinaða nýja fyrirtæki Kaldvík er með sitt sláturhús á Djúpavogi og veit ekki betur en það sé bara menningin að halda því áfram. Það verða kannski bara 2 á vakt við að fóðra fiskinn og fylgjast með. Já, þetta er, og það er nú eitt í þessu að Kaldvík sem er ekki með þetta leyfi í höndum sér núna er nýbúið að auglýsa eftir starfsfólki á Seyðisfirði og það er annars vegar stöðvarstjórastarf og svo bara svona almenn störf við sjókvíaeldi og þetta er alveg með ólíkindum mikil hroki og mikil mennska að auglýsa störf í fiskeldi sem ekki er í hendi og lýsir svolítið því hvernig þessi iðnaður er að koma fram út allt land. Teljaðu ekki bara þessi formsatriði að það gangi í gegn einhver leyfi vegna þess að vanalega fá þau bara það sem þau vilja? Það virðist vera. Ég hef séð auglýsingar í mokkanum starfið vindmyllur sem er ekki eins og komin lögin, er ekki eins og komin genið þingið. Já. Og svona til að býta höfuð á skömminni þá létu þau líka koma fram þegar þeir voru að tala að þetta væri innan seilingar í Seyðisfirði að þau voru með umsókn fiskeldi í Mjóafirði. Nú er það þannig að í Mjóafjörður fór illuheilli inn í strandveiðaskipulagið og þar gerir skipulagið ráð fyrir fiskeldi. En það verður að afgreiða það samkvæmt nýju reglunum það verður að fara í útboð ef og þegar að því verður. Og það vill svo til að það er hvorki búið að burðarþolsmeta nýja umhverfismeta Mjóafjörð en þeir ljúga því upp í opingeða okkur að þeir sem með umsókn fiskeldi í Mjóafirði. Og ég forvitnast það hjá MAST hvort að þetta væri rétt og fekk svar hæl nei, það er ekki búið og ekki hægt að auglýsa nein fiskeldissvæði í Mjóafirði þegar búið að ganga frá nauðsynlegum formsatriðum eins og ég sagði áðan. Og þetta er svona framgangsmáti, þetta er framkoma þessa félags að skreita sem er stolnum fjöðrum. Hver á þetta félag? Ég er ekki alveg með það á hreinu hver á þetta félag því að nú er stundum er talað kennitöluflakk en þarna hefur átt í stað nafnaflakk vegna þess að maður veit aldrei hvað þetta fyrirtæki heitir en nú er allavega búið að stofna þetta félag Kaldvík sem að sameinar 3 ef ekki 4 önnur fyrirtæki sem voru fyrir og ég hef ekki kynnt mér hvernig þetta er en þetta er að stórum hluta í eigu norskra manna. Einhverjir lífeyrissjóðir eiga held í þessu líka og þeir sem stofnuðu fiskeldi Austfjarða eða Laxa upphaflega en ég hef þetta ekki nákvæmt. Þannig að þetta er einhverjir Íslendingar sem hafa fengið norska
fjárfesta inn og svo lífeyrissjóðina til þess að það er ekkert áfram. Já, ég veit ekki þetta sko hvað lífeyrissjóðnir eru stórir en þeir eru í vaxandi mæli að kaupa eitthvað í þessum félögum. Það sem er sérstakt við þetta mál í Seyðisfirði er að þegar þú bjóst þar að þá var Seyðisfjörður sjálfstætt byggðarlag og líklega hefði það bara leitt til þess að þetta mál hefði ekki komið á dagskrá vegna andstöðu íbúana. Þetta ímynda sér að það hefði getað gerst en öllu líkið þá hefðu íbúanir allavega þann valkost í næstu kosningum að kjósa frá sér þá stjórn sem að vildi koma þessu í gegn vilja íbúana. Síðan hefur Seyðisfjörður sameinast inn í Múlaþing og er þar bara í miklu minnihluta og Múlaþing er samningsaðilinn við þetta fyrirtæki? Nei. Nú? Sko, sem sagt, fyrirtæki sækir sín leyfi til ríkisvaldsins og Múlaþing hefur Nei. Skipulagsvaldið er hjá stjórnarskipulaginu. En félagsmenn Vá fengu á sínum tíma þegar félag var stofnað lögfræða álit það að Múlaþing hefði skipulagsvaldið í firðinum. Vegna þess að fjörðurinn tilheyrir allur hafnarsvæði Seyðisfjarðar og hafnarsvæði gilda önnur lög heldur en opið haf. Já, af því að fjörðurinn er svo mjór og langur. Já, og þetta var nú sett á sínum tíma til þess að vernda hagsmuni varðandi snurvoðaveiðar en það er nú önnur saga. En og lögfræðingur sem að vann álit fyrir Vá komst að þeirri niðurstöðu að Múlaþing hefði skipulagsvaldið. Múlaþing fekk sitt eigið lögfræði álit sem sagði þið gagnstæða. Vill ekki hafa valdið. Vill ekki hafa valdið vegna þess að ég upplifði það þannig, nú er ég ekki þannig dagstaglega, en ég upplifði þannig að þau vilji ekki hafa þann kaleik í höndunum að tróða þessu ofan í Seyðfirðinga í andstöðu við svona stóran meirihluta. Og við það situr og strandsvæðaskipulagið er það skipulag sem verið farið eftir þegar er verið að véla þessi eldissvæði í Seyðisfirði. Og hver fer með það skipulagsvald? Það er innviðaráðherra. Það er samkvæmt lögum strandsvæðin. Og þarf hann ekki að taka tilliti til vilja samfélagsins? Greinilega ekki. Ætti að gera það, en gera það ekki. Og sko bara til að koma aftur að Múlaþingi að mín upplifun af sveitarstjórninni þar er svo, hún segir þetta kemur ekki við ráðum þessu ekki, við skiptum okkur ekki að þessu. En það er alltaf þegar eitthvað bjátar á eða eitthvað kemur upp á sem að þarf eitthvað að liðka fyrir að þá vitum við alveg að Múlaþing er þar á bakvið og beitir sínum pólitísku áhrifum, þá er ég að tala reyndar meirihlutann í Múlaþingi sem er Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, þau beita sínum pólitísku áhrifavaldi gagnvart ríkisvaldinu, en opinberlega segja þau við ráðum þess ekki. Þannig að þau styðja þetta með aðgerðarleysi sína? Þau styðja þetta með ráðum og dáð án þess að vilja segja frá því og skáka alltaf í því skjólinu að þetta sé annara stjórnvalda ákveð þetta og þau vilja ekki opinbera afstöðu sína, en hún liggur alveg fyrir. Og það sem verra er að við sameininguna að þá var gerð svo nýjung að hvert þéttbýli í Múlaþingi fékk sín eigin heimastjórn. Borgarfjörður, Seyðisfjörður, Egils eða Héraðið og Djúpivogur. Og í erindisbréfi með lýsingu heimastjórnunar hafa þau 2 megin verkefni. Það er að gæta hagsmuna íbúana og sjá náttúruvernd. Og heimastjórnin, svo ég segi þannig bara hér alveg opinskátt, hún hefur gjörsamlega brugðist bæði náttúrunni í Seyðisfirði og íbúanum í þessu máli. Hvernig er hún samsett? Akkur talar hún svona öðru máli heldur en meirihluti íbúana? Sko, heimastjórnin, það er tilnefndur einn aðili frá sveitarstjórninni sem er svona tengiliður og síðan eru 2 heimamenn kjörnir persónukjöri samhliða sveitarstjórnarkosningum. Og
Og það hefur sett æxlast þannig að það er ekki samhljómur í heimastjórninni en 2 á móti 1 hafa bara nánast sömu afstöðu og sveitarstjórnin. Ok, en ímyndum okkur að það sé komin þessar sjókvíar hérna og það einhvert skip sem að þjónusta það og það einhver sem að fylgjast með fæðugjöfinni og síðan kemur sláturskip upp að og sækir aflan og keyrir hann til vinnslu í Djúpavogi. Hvað, kannski eru 6 starfsmenn eða eitthvað hlutins sem að hafa búsettu á Seyðisfirði og borgar líklega útsvar þangað? Já, í Múlaþing. Í Múlaþing, já. En það er ekkert annað sem að rennur til Seyðisfjarðar. Það er fyrirtæki eru löngu hætt að borga aðstöðugjöld og fasteignir eru ekki miklar í þessu. Nei. Þannig að hver er ávinningur fyrir þetta samfélag sem er á Seyðisfirði að hafa þetta? Ávinningurinn er, það ég best veit að þá er hann útsvar hugsanlegra starfsmanna sem að búa á staðnum. Nú er það ekki sjálfgefið að búa á Seyðisfirði, menn fara milli svæða, milli bæja núna á Austurlandi til að vinna. Aflagjöld og hafnargjöld. Þetta er ekki landað þarna? Nei, þetta er ekki landað þarna en ég skal bara viðurkenna að ég þekki það ekki nógu vel. En það var deila á milli sveitarfélagsins, milli Vesturbyggðar og sjókvíeldisfyrirtækjanna fyrir vestan, hvort að ætti að borga aflagjöld af þessu og niðurstaðan var svo að það ætti ekki að gera það. Þannig að sko samfélagið á Seyðisfirði er ekki að fá mikið til sín. Hins vegar eru þeir væntanlega að segja að þetta kemur allt saman inn í kassan í gegnum sláturhús og Djúpavogi. En það eru bara ekki í þágu þeirra hagsmuna sem var lýsa áðan fyrir fólkið á Seyðisfirði sem að vill byggja sitt samfélag, sitt nærsamfélag upp á annan hátt. Að vera að tróða þessu inn í þau. Stærsti hagsmunarinn í þessu er svo náttúrulega bara sjókvíeldisfyrirtækið. Sem á síðan bara við innviðaráðuneytið leyfi og matvælaráðuneytið. Það sækir sín leyfi til Matvælastofnunar sem gefur út rekstrarleyfi, Umhverfisstofnunar sem gefur út starfsleyfi og fyrir sjókvíum þar núna að sækja mannvirkjaleyfi til HMS. Þannig að þeirra samskipti eru ekki við ráðuneytin sjálf heldur við þessar stofnanir sem eru með þetta hlutverk þegar búið er að samþykkja standarskipulagið. En og hugmyndin er svo hjá stjórnvöldum að það sé mikilvægt að þessi fyrirtæki fái þessi leyfi til þess að byggja hér upp atvinnustarfsemi og verðmætan útflutning. Hvað segirðu við því? Og þið verðið bara að kyngja því Seyðisfirðingar að þó að fjörðurinn eitthvað verði ekki alveg eins og þið helst viljið hafa hann að þá í staðinn fáið þið öflugra Ísland og kröftugra samfélag, fleiri stoðir undir hagkerfið á Íslandi og betra samfélag. Já. Og við verðum bara að fórna þessum fyrir ykkar í það. Já, sko, Seyðisfirðingar er ekki tilbúin til að fórna sínum fyrir þetta og ítreka allt sem ég sagði áðan. Ég ætla ekki að vitna í fyrirverandi stjórnarformann. Ég held að hann sé frá Arnarlaxi, frekar en frá einhverju norsku fyrirtæki sem á eða átt í Arnarlaxi. Hann sagði í viðtali og hefur ekki dregið þetta tilbaka það ég veit fyrir 1-2 árum síðan, sjókvíeldi í opnum sjókvíum er deyjandi iðnaður. Og ég ætla bara að trúa því að það sé svo. Og það er líka þannig sko, ef maður hlustar á óháða vísindamenn, og ég ætla bara að vitna í Jóhannes Sturlaugsson sem hefur nú verið hér í viðtali hjá þér ef ég maður rétt, og er ádráttarlaus það hvaða áhrif þetta hefur á lífríkið, hann hefur sko verið eins og nafnans í eyðimörkinni gamla dag, hann hefur verið hrópandinn í eyðimörkin sem enginn hefur viljað taka mark á, en veit þó meira heldur en margur annar. Og þá að því þú ert að tala nýtt Ísland eða ný stoð undir Íslandi,
hann kom með mjög skemmtilega ábendingu og hugmynd. Sko sjókvíeldi, partur af því að sjókvíeldi er hérna bara óvistvæn atvinnugrein svo að þú ert að taka dýraprótein úr fiskimjöli og lýsi og prótein úr sojabönum, gefa það hérna laxum og öðrum hérna laxfiskum og búa til prótein. Og slóganið hjá þessum fyrirtækjum við erum að brauðfæra heiminn, sem rangt vegna þess að þeir eru að brauðfæða hæstu hérna tekjutíundina í Evrópu, Asíu og Bandaríkjunum. Ef að þessi fyrirtæki væru í þeirri misjón að brauðfæða heiminn, þá væru þau að taka hérna fiskimjölið, lýsið og sojabönirnar og allt það sem þessi fiskur étur, vera með nýsköpun í gangi og búa til fæðu úr þessu fyrir þurfandi fólk. Annars staðar heldur en í efstu lögunum í hinu svokallaða fyrsta heimi. En kerfið sem þessi fyrirtæki starfa í ekki með það markmið að brauðfæða heiminn, heldur að sækja sem mestan arð til þess að færa eigendur sínum. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Þetta er kapitalismi og ég ekki betur en allir sem þú ánægði með hann. Ekki ég. En ég ætla að vitna aftur í Jóhannes. Hann nefnilega nefndi það að það hefði verið hægt að skapa atvinnu eða búa til ný fyrirtæki á stöðunum þar sem fiskaldið núna með því að vera með nýsköpunarstyrki sem að færu í það sem að menn eru búin að tala í áratugi, að það er að gera mannafæði úr hérna mjölun okkar og lýsinu. Og mér datt þetta í hug núna daginn þegar ég var að sjá það að það er einhver nýsköpunarsjóður sem er verið að úthluta úr núna einhverjum 20 milljarða á hverju ári. Ég held ég hafi séð 25 milljarða í fyrra. Og úr þessum sjóði fá aðlega stöndu fyrirtæki í hugbúnaðargeiranum og víða annar staðar og eru reyndar orðin uppvísa því samkvæmt skattinum að vera að fegra bókhald sitt með því að hérna einhver hefðbundin starfsemi sé allt í orðin nýsköpun. Þetta bara búið að vita hér árum saman að fyrirtæki að senda þarna inn að kaupa nýjan bíl fyrir forstjóran hérna og kaupa rafmagnsbíl og kynna það sem þróun og rannsóknir eða orkuskipti og þar fram til göttunum. Þetta bara að vita, það bara opin gátt á ríkissjóði, þar sem að fyrirtæki geta bara sótt sér afslátt. Já. En má ég koma aðeins aftur? Og það ekki bara einhverjir gagnrýnendur út á götur sem bara segja þetta. Ég held að OECD hafi bent á þetta. Já, akkurat. Já, það var fréttin sem ég sá. En mér langar til að fara aðeins aftur inn í forsendurnar fyrir fiskaldinu á Seyðisfirði. Það var okkar skoðun að þegar því var komið fyrir í strandveiðiskipulaginu, þá var það gert á röngum og fölskum forsendum. Við getum ekki farið neitt ítarlega onni í hlutina hérna, en við höfum sett saman plagg hérna upp á 16 síðu þar sem við rökstuðum nákvæmlega af hverju við segjum að þetta hafi verið ólöglegt og hefði ekki átt að gerast. Og bara svona til að nefna nokkur atriði, að þá var umhverfismatið sem var á baku skipulagið, það var gallað. Það voru kynntir ákveðnir valkostur það hvernig Seyðisfjörður gæti litið út með sjókvíaeldis. Og inn í endanlegt hérna skipulag kom síðan tillaga sem enginn hafi fjallað áður og aldrei hafi verið auglýst og enginn hafi fengið tækifæri til að gera athugasemdir við. Ríkisendurskoðun sagði í sinni svörtu skýrslu að burðarþolsmat almennt séð væri gert á röngum forsendum. Siglingaöryggi áður en að strandfarskipulagið var hérna samþykkt, þá benti Samgöngustofa á að 28 sjókvíaeldissvæði sem fyrir eru í rekstri væru inni í hvítum ljóskerum vita sem lögbrot. Það má ekkert vera inni í hvítum ljóskerum vita. Bæði samkvæmt íslenskum lögum og samkvæmt reglum IALA sem er alþjóða vitamálastofnun sem að við erum aðilar að. Og það er bara á Íslandi, þá skiptir þetta ekki máli. Það er til dæmis turnin hérna niður á Höfðatorgi.
hann skyggði á vitan sem er innsiglingavitin í Reykjavíkurhöfn. En hann er hann ennþá. Já. Og ég held að þeir sem að byggðan og skyggður á vitan, að þau hafa ekki þurft að borga neitt. Það er sama aðeins lengra er eina af stóru svörtu blokkonum hérna í Skuggahverfinu sem er held ég einhverjum 2 metrum klífur hérna inn í götuna. Já. Ég held að þau ekki þurft ekki að rífa blokkina og byggja aftur. Nei. Þannig að það er bara oft þannig og ég meina skýrslan fiskeldið var að mörguleiti þannig sem að Ríkisendurskoðun gerði að það sem að fyrirtækin gera að það verður reglan. Já. Reglan er sett þannig að þú geti á engan hátt truflað starfsemi þeirra sem er að reka þetta bara eftir sínu höfði. En svo ég kláraði þetta með Seyðisfjörð af því þú spurðir upphaflega af hverju við erum á móti þessu. Kannski alvarlegasta atvikið sem var að þjóðin alla að það er tilvist sæstrengsins Fares 1 sem er þarna í miðjum firðinum og varðar bara þjóðaröryggi okkar með samskipt við heiminn og ekki bara okkar, þetta Færeyja líka vegna hann heitir Fares og tengir okkur við Færeyjar. Færeyingar hafa 3 leiðir út úr sínu landi til Evrópu, 2 þeirra hanga á Farastrengnum og ef hann fyrir sundur á Íslandi þá kúplast það út líka. Og Fares EHF sem er hlutafélag í eigu ríkisins er allt frá því 2020 búið að vara sterklega við því að sjókvíeldi og svona öryggi sæstrengs í sama firðinum, það bara fer ekki saman. Og þetta var skipulagsstofnun með á sínu borði frá 2020. Strandfæðskipulagið er ekki samþykkt fyrir 2023 og það er skipulagsstofnun sem vinnur það í umboði svæðisráðs og ráðherra. Og það er bara ekki hlustað á þetta. Og þjóðaröryggisráð, þar sem eru allir helstu ráðherrar ríkisstjórnarinnar, þau hafa lýst yfir áhyggjum af því að Rússandi getur komið og skorað á sæstrengjana okkar út í hafi og haft miklar áhyggjur af því og það er rætt á hátíðarstundum. Svo er þetta ekki múk fyrir á þessu fólki þegar að fara að tróða þessu ofan í við hliðin á sæstrengnum. Þannig að þetta leiðir manna allt að þeirri niðurstöðu þú varst að segja áðan, það er búið að taka ákvörðun það að þessi landsvæði þau eigi bara að fara undir sjókvíeldið og þá er þetta verst fyrir Austfirði. Það er hugsað þannig og það sé svo ríkir hagsmunir að hagsmunir sem að þið stillið upp á móti sem eru hagsmunir að Seyðisfjörður fá að þroskast áfram og þróast með þeim hætti sem íbúarnir vilja, það bara skiptir ekki máli. Nei. Þessir hagsmunir hér sem eru peningalegir hagsmunir sömuleyti peningalegir hagsmunir norskra fjárfesta eru bara mikilvægri. Þá ætla ég að segja þér einu sögu. Við fylgdumst með þegar strandfæðskipulagið var í vinnslu og höfum lesið þar alla fundagerðir og erum með þetta í raun og allt í fingurinn hvernig þetta gerðist. Að ég nefndi Mjóafjörð áðan að inn í strandfæðskipulagið rötuðu öll sjókvíeldissvæði sem voru fyrir og öll sjókvíeldissvæði sem voru í umsókn. Ef það hefði verið að vinna þetta strandfæðskipulag frá grunni og ekkert sjókvíeldi hefði verið til, þá hefði þetta aldrei verið gert. Þá hefði maður bara spáð í hlutin almennt, hvað er skynsamlegt að gera á þessu svæði. En þarna var þetta, síðan gerist það að vegna áhuga heimamanni Mjóafirði fyrir því að fá sjókvíeldi til sín, að þá er sett inn í tillöguna að þar geti verið sjókvíeldi. Þó þar vanti allar forsendur til að taka þannig ákvörðun. Matvælaráðuneytið eða fulltrúi matvælaráðuneytisins í strandfæðskipulaginu lagða til að þessu svæði er kippt út vegna þess að það vanti allar forsendur fyrir því. Þáverandi bæjarstjóri í Fjarðabyggð, Jón Björn Hákonarson, var fulltrúi í svæðisráðinu og hann barði bara í borðið og sagði, jú, við verðum að hafa þetta inni vegna þess að íbúarnir í Mjóafirði vilja fá þetta. Við verðum að hlusta á fólkið okkar. Gott og vel, matvælaráðuneytið bakkaði og þetta er inn í strandfæðskipulaginu. Sami maður hundsaði algjörlega vilja fólksins á Seyðisfirði. Já, við hlustum á fólkið ef að fólkið kemur fram með kröfur sem að við erum sáttir við, en annars hlustum við ekki á fólkið. Nei, þetta er bara þetta er allt saman til skjalfest
og það getur enginn sagt að ég sé að ljúga þessu. En þetta er svona og þetta og fullt af öðrum hlutum staðfesti það bara að einhvers staðar upp í toppnum á stjórnkerfinu þá er bara búið ákveða þarna eiga að vera sjókvíar og það nánast kjarnorkusprengju til að koma í veg fyrir það. Hvað gerist næst? Hvað gerist næst? Nú er náttúrulega verið að ákveða lagareldið frumvarpið í þinginu. Okkur hefur dottið til huga hvort var að hægt að fá Seyðisfjörð þar inn sem friða svæði. Ég ekki nokkra trú á því að eins og ég var að lýsa það fyrir þér áðan, það er búið ákveðið þetta í hérna, þannig að það En upplifið það að sé af þessum 63 þingmönnum sem að setja á þingi, það séu ekki meiri hluti sem að gæti varið íbúa Seyðisfjarðar með slíkri? Hvað heldur þið að þið hafið marga inn á þingi? Ég hef ekki hugmynd það sko. En þessi hugmynd hefur skotið upp kollinum og annarkvort verður frumvarpið afgreitt núna næstu dögum eða ekki og ef það verður náttúrulega ekki afgreitt þá býður náttúrulega allt til haustsins. En það sem gerist á næstu dögum með Seyðisfjörð er að það er svona byrjað að vinna úr sókninni eldið í Seyðisfirði hjá Matvælastofnun en það sem við komumst næst er að það verði ekki afgreitt á næstu mánuðum, ekki allar næstu mánuðum og það sem gerist frá okkar hendi er að við bara höldum áfram að berjast og vera í sambandi við alla þær stofnanir ríkisins sem eru að véla með þetta mál og reyna af okkar veika mætti að koma í veg fyrir þetta. Það er ekki mikla líkur á að ykkur takist það því að við höfum dæmi frá annars þar frá sem að sýna að stofnanirnar eru svona mjög deigar og þær eru mjög hallar undir það að fara að vilja fiskeldisfyrirtækina. Nú skal ég segja þér eina sögu viðbót. Þegar strandsvæðaskipulagin bæði fyrir vestan og austan voru gerð að þá lá það fyrir þetta sem Samgöngustofa benti á að það væri þarna fullt af sjókvíaeldissvæðum í ljóskefinum vita. Undan óslíðinni milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar er ekkert fiskeldissvæði. Hefur aldrei verið fiskeldi en það liggur fyrir umsókn um fiskeldi og það þurfti ekki stóran hleyling til að sjá það að vitarnir í Ísafjarðardjúpi þeir krosskeyra yfir þetta svæði þannig að þar er aldrei hægt að setja niður sjókvíaeldi. Engu að síður er þetta svæði í strandsvæðaskipulaginu þó allir vitið að það getur ekki verið að það og ráðherra sagði mér að það er allir sáttur í strandsvæðaskipulagið sem er náttúrulega ein lýin enn afsakaði ég nota orðið lýi en og síðan er Arnarlax með umsókn þetta svæði og siglingaöryggismat frá Vegagerðinni Samgöngustofu Landsgæslunni segir að það sé ekki, man ekki alveg nákvæmlega orðalagið, en þarna verði aldrei hægt að hafa sjókvíaeldi. En þau klikka á því að segja við bönnum það að þarna sé sjókvíaeldi. Þetta siglingaáhættumat fer síðan til Matvælastofnunar og niðurstaðan er sú í drögum að leyfi fyrir svæðið að þessu svæði er úthlutað sem eldissvæði með þeim fyrirvara að það megi ekkert vera inn í hvítin ljóskera og bara förum yfir þetta aftur það er vitað frá upphafi að hvítin ljóskera klessa yfir þetta samt er gerð til að leyfi en það verður aldrei hægt að nota það og í umræðum mínu við starfsmann MAST sagðan, já, við gefum út þetta leyfi en þetta er svona svipað því eins og að útlitaði lóð á landi en þú fær aldrei að byggja á henni og þá spyrum maður til hversi barist. Ég veit ekki, ég skil það ekki. Nei, eina lógíkin sem ég sé í þessu er svo að Arnarlax getur sagt við erum með leyfi hérna, við megum rækta hér 5.000 tonna fiski. Það er peningur. Og ef að og svo er annað sem ég hef miklar áhyggjur af að það er ef að það verður á endanum að þetta leyfi verður raunverulegt
eins og reyndar svæði í nágrenninu við Arnarnes til dæmis sem eru 90% coverað af hvítum ljóskerum. Að sko þessi fyrirtæki eru fræg fyrir það að segja við höfum leyfi. Við fáum ekki nota það. Við förum með mál. Við förum með skaðabótamál. Við förum með skaðabótamál. Þið verður að færa bara vitana eða eitthvað. Ríkið vísvitandi eða ekki vísvitandi að færa þessu fólki, eða þessum mönnum, þessum fyrirtækjum, sem sagt, verðmætt upp í hendunar sem það getur síðan notað til að kreista pening út ríkinu seinna með skaðabótamáli. Það er engin glóri í þessu. Og kynnt þetta í fjárfestakynningum til lífeyrissjóðanna sem koma inn og kaupa þarna inni. Já. Herðu, Magnús, það fróðlegt að fá þig hingað til þess að ræða sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Ég hef getað haldið áfram í hálftíma. Já, þú gefur bara aftur. Herðu, kærar þakkir. Já, takk sömuleiðis. En ég ætla að sitja hérna áfram að reyna að skilja þennan heim. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það er mikið að gerast í pólitíkinni í Evrópu, sérstaklega í Frakklandi. Kosningin til Evrópuþingsins var þess valdandi að Macron forseti ákvað að bjóða til kosninga. Fyrirumferðin verður í lok þessa mánaðar og svo síðari í 7. júlí. Ástæðan var meðal annars stórsigur flokks Le Pen sem er það sem er stundu kallað ysta hægrið, öfgahægri, þjóðerlishægri, ýmislegt nöfn á þessu. Til þess að skilja þessar pólitísku hræringar í Frakklandi er hingað komin í gegnum Zoom Einar Már Jónsson sem við höfum nú rætt við áður ástandi í Frakklandi. Einar, hvað er að gerast í Frakklandi? Ég held bara að það skilja það enginn til hlítar. Þessi tilkynning Macron sem að rjúa þing og bjóða til kosninga kom öllum gjörsamlega á óvart. Vegna þess að menn töldu að hans staða væri mjög slæm eftir þessi úrslit Evrópukosningana. Og menn sögðu, einhver sagði held ég, hann er að leika sér við eldinn og á að hættu að brenna sjálf á sig og kveikja í öllu landinu. En sem sagt þarna að þetta var eins og staðan þá eru mestar líkur á því að úrkoman verði enn meiri sigur þessar flokks Marine Le Pen, sameiningarflokk þjóðarinnar eins og hann heitir núna. Einar, getur þú skýrt fyrir mér hvers konar flokkur er þetta? Sko þetta er flokkur sem er náttúrulega yst til hægri. Hann var upphaflega stofnaður, reyndar undir öðru nafni, af gamla Le Pen, kallinum föður Marine Le Pen. Og þá var hann greinilega, það var nokkra áratugi síðan, þá var hann greinilega allra yst til hægri og stuðningsmenn hans voru þá þeir sem söknuðu vissi stjórnarinnar, lettstjórnar Þjóðverja á stríðsárunum og þeir sem gátu ekki sætt sig við úrslitin í Alsírstríðinu sem sagt að Alsír skildi fá frelsi. Og þessi flokkur var náttúrulega megnaður af þessari hugmyndafræði frá heimsstyrjaldarárunum, það sé að gyðinga, hatri og bara einræðis tilburðum. Svo gamlaðist nú gamli Le Pen og þá var það dóttir hans sem tók við flokknum og það sem hún vakti fyrir henni það var að, eins og menn segja, að afdjöfla flokkin, sem sagt að reyna að gera hana stjórnmálaflokki eins og hverjum öðru og eitt af því sem hún gerði það var að gera flokkin sem sagt stjórntækan. Eitt af því sem hún gerði var líka að skafa af honum gyðingahatrið og skafa af honum tengslin við
vísistjórnina og þessa öfgamenn sem vildu halda í Al-Sýr. Og þetta, menn deildu mjög hvað þessi afdjöflun hefur tekist, en hún hefur að minnsta kosti orðið þess valdandi fylgi flokksins hefur stór aukist og hægt og bítandi, sem sagt að nú það komið upp í hámarki, var ekki 31% eitthvað svoleiðis. Og þannig að þessu leyti hefur að tekist, það ekki lengur neitt, það ekki, menn líta ekki á hann þetta sé öfgaflokkur eins og áður. Menn eru farin að líta á þennan flokk eins og hvern annan stjórnmálaflokk. En það hefur orðið til þá stjórnmálaflokkar til hægri við þennan flokk sem að... Það einn flokkur sem til hægri, það þessi flokkur Semús sem fær alltaf mjög lítið fylgi. Hann hefur vissuleyti stuðlað að því að afdjöfla flokk Marine Le Pen, en hann ekki líklegur til neinna áhrifa. Hann fekk þó að vísu aðeins yfir 5% og því menn kjörna á Evrópuþingið, en hann þykir mönnum vera öfgaflokkur, ótvírætt, og núna gerist það síðast, hefur það allra síðast gerst, að sú sem var efst á lista, held ég að mjög ofarlega lista, í þessa flokks Semús, það var sem sagt sem reyndar systur dóttir Le Pen, Marine Le Pen, og þessna dóttir gamla Le Pen. Hún sagði stíli við þennan flokk Semús, að þess heyrist nú í allra nýjustu fréttum, og gekk til liðst við frænku sína Marine Le Pen. Þannig að þessi flokkur nú sennilega ekki kannski alveg úr sögunni, en hann sennilega mjög áhrifalítill. Hann aðalega haft tilgang að aðstoða Marine Le Pen við að afdjöfla sinn flokk. Hún hefur grætt á því að hafa eitt flokk til hægri við sig sem ennþá verði, þess að benda á að hún sé raunverulega í lagi. En hvert svona erindi flokks Le Pen? Hvað vill hún gera við franskt samfélag? Hún náttúrulega á svipuðu róli eins og aðrir þessir öfga hægri flokkar í Evrópu. Það sé á móti innflytjendum, sérstaklega þjóðerni sinnuð mjög. Hún vildi bara senda þá alla úr landi, og svo, eða sem flesta, og svo þarna vill hún bara hygla frökkum einu og öllu, það segja að í öllum þjóðfélagsmálum þá skuli frakkar, menn af frönskum uppruna, ganga fyrir. Og þá í velferðarkerfinu? Til dæmis, já. Aðgengi að menntun og störfum? Já, og svo vill hún náttúrulega auka völd lögreglunar. Það svo eitt að það skildi alltaf gengið út frá því að þegar lögregluþjónar drepa einhvern, að það hafi gangað fyrst út frá því að hafi verið sjálfsögn, gangað til annað sannara reynist. Til dæmis að það megi ekki sitja þá í gæsluvarðhald eftir að hafa hlunkað niður einhvern bílstjóra. Það hefur verið svona samkomulag í frönsku stjórnmálum að reyna að halda Le Pen og hennar flokki frá völdum. Já, það hefur alltaf verið En núna eftir að kosningarnar voru boðaðar, að þá voru einhverjir gólistar að reyna að búa til bandalag þarna á milli, að búa til svona hægri blokk sem að Le Pen myndi náttúrulega verða leiðandi og gólistarnir umverulega bara sem farþegar. Nei, það sannig að það flokkur sem heitir núna Repúblikanar. Það nú vandraði í frönskum stjórnmálum að stjórnmálaflokkar alltaf að skipta nafn, það æra óstöðugun að fylgjast með því, en sem sé þessi flokkur Repúblikanar arftæki gamla gólistaflokksins, flokk sem hafði áður mikinn meirihluta í frönskum stjórnmálum og satt oftast í stjórn. En hann hefur verið að færast til hægri og minnka mjög mikið. Þegar Macron var kjörinn, þá minnkaði þessi flokkur, minnkaði fylgi þessa flokk mjög mikið. Og þessi maður sem forseti Eirík Ciotti, hann lýsti því skyndilega yfir að hann vildi að flokkurinn gerði kosningabandalag við Le Pen. Og þá var allt vitlaust í flokknum, og fjölda margir flest allir leiðtogarans risu upp á móti þessu sem Eirík Ciotti hafði boðað, og þeir settu hann af sem formann flokksins. En hann heldur því fram að þessi afsetning hafi verið ólögleg,
og þess vegna og sé hann ennþá formaður og það er allt að loga þar í illindum í þessum gamla gólistaflokki og það er auðvitað að segja hvern í niðurstaða verður. En það heldur að vera svolítið óheppilegt Einar að vera með svona ágreiningum hver er raunverulega formaðurinn og hvað það eru bara rétt rúmar 2 vikur til kosninga. Já, þetta flokkurinn er eins og hálfgerð upplaust, sko, það er aldrei að vita og það semst að þessum hægri flokki hann sé sundrað, svo að hann er bara orðinum máttlaus, gjörsamlega. Það sem að liggur á bak við þessa ákvörðun Eiríks Jóhanni er bara hreinlega persónuleg. Hann brennur af áhuga á einu, það er að verða borgarstjóri í borginni Nissa og þetta er hans minnloka og menn segja, hann ímyndi sér að með því að hafa ganga til stuðnings við flokksmarinn Le Pen, þá eiga hann auðveldara bæði með að halda sínu þingsæti og verða borgarstjóri í Nissa. Þetta er svona einhver svona solo game en sem síðan að þessi flokkur virðist vera nánast í úr sögunni en þarna spurningin náttúrulega hvernig þetta fer. Marine Le Pen yfir 31%, það voru bara rúmlega 50 sem kuss og þannig afskaplega margir sem sátu hjá og spurningin er hvernig þeir greiða atkvæði. En sko, kjarni málsins núna held ég að sé þessar miklu óvinsældir Macrons. Hann er mjög óvinsæll og ég held að margir hafi kosið flokkur Le Pen bara til að ná sér niður á Macron sem hefur alveg misteknast að ná alveg fótfestu í stjórnmálunum. Hann hefur gert fjöldamargar óvinsælar aðgerðir núna síðast þegar að minnka atvinnuleysisbætur, áður var hann búinn að draga úr ellilífeyri og annað eftir þessu. En er ekki veðmál hans á einhver leyti það að vegna þess að hann sé óvinsæll, að þá er í stóru hluta þjóðarinnar, kannski 60% þjóðarinnar, að þá er Le Pen eiginlega enn lakari kostur og þá neyði hann þann hóp til að kjósa sig vegna þess að hann er eiginlega eina mótvægið við Le Pen. Það er sennilega útreikningur Macrons. Sennilega reiknar að dæmi þannig að hann myndi fá myndi einhvers konar þjóðarfylking á móti Le Pen. Það er sennilega reiknar hann það þannig, en þetta er alltaf algjörlega óviss útreikningur því að þarna náttúrulega nú hefur vinstri flokkunum tekist þrátt fyrir allt að mynda einhvers konar alþýðufylkingu á móti Le Pen og móti Macron líka. Og þar eru saman sósíalflokkurinn sem eru sósíaldemókratarnir og líka róttækari sósíalistar undir forystu Mélenchon og margir aðrir flokkar. Þeir verða allt sem er vinstra megin við Macron mun mæta samina til kosninga. Já, það er núna, það virðist nú vera hálfgert kraftaverk í að þessir vinstri menn hafa verið svo illilega klofnir. Og það sem að Macron reynir að gera núna, það mun vera að setja Le Pen og þessa alþýðufylkingu vinstri manna saman á einn bás sem öfgamenn. Og hann sé þá að berjast á móti öfgamennunum. Og þarna hann til dæmis, hann hefur verið að ráðast þarna á þessa vinstri samfylkingu eða alþýðufylkingu og segja hvernig geta þessir menn unnið saman, hvernig geta sósíaldemókratar unnið saman gegn gyðingahöturunum í flokki Mélenchons. Því að Mélenchon hefur stutt við Palestínumenn og samkvæmt bara þá er það túlkað sem gyðingahatur. En valkosti Frakka í kosningunum verða kannski fyrst og fremst þessir þrír. Það er annars vegar flokkur Le Pen, hins vegar saminaðar flokk samfylking vinstri manna sem að stilli bara upp einum raunverulegum valkosti í kjördæmi, skiptir bara á milli sín kjördæmanum og svo í miðjunni er þá Macron. Já, þannig verða þetta sennilega spilin lögð fram þarna í kosningum. Já, því að hefðbundna hægri er eiginlega bara að brenna upp og hverfa. Já, það er horfið alveg. Eða það skal segja komi kannski yfir til Macrons.
Þegar Macron var kjörinn þá hafði hann fylgi bæði hægrimanna og hefðbundina hægrimanna og hægfara vinstrimanna. Nú held ég að sé búin að missa þá sem komið frá vinstri, þeir eru farnir aftur til vinstriflokkana og þá er eftir eiginlega hefðbundið hægri og það stendur, það er ókyrrt og ótryggt traust. Nú virðist náttúrulega er alveg ljóst að þegar hann boðaði til þessara kosninga, þá vissum við ekki hvað náðast á sig stóðveðri, en vissum hvort það væri bara hefði dottið á höfuðið eitthvað svoleiðis, það virtist svo fáránlegt. Og menn gerðu sér grein fyrir því að bak við þessi úrslit var óvissin fyrir Macrons. Þess vegna virðist að vera ljóst að þeir sem bjóða sig fram eiginlega af flokki Macrons vilja að hann blandi sér sem minnst í kosningabaráttunni og þeir vilja eiginlega forðast að halda á lofti tengslum sínum við Macron. En staðan í þinginu er þannig að hann hefur ekki meirihluta. Nei, hann hefur alls ekki meirihluta og hann hefur orðið að beita alls konar kunstum til að koma lögum í gegn. En líkurnar að því að ná í meirihluta núna, þó hann hafi kannski litið á að það væri svona möguleiki á því með því að stilla sér upp sem eina valkostur á móti Le Pen, að þær ekkert miklar að hann ná í meirihluta eða hvað? Nei, það er eins og menn segja, það er eiginlega mikla líkur á því að hann bara nú missa hann alveg úr hendinni sér þingið og fái bara á móti sér sterkan þingflokk Le Pen og þá standa hann uppi með Jordan Bardella sem forsætisráðherra og það væri alveg skelfilegt. En mann sögðu að hann hefur ekki haft tvo mjög vonda kosti, annarkvort er það sem hann gerði að rjúfa þing eða þá sitja áfram og vera þá orðin eiginlega rúin öllum völdum. Þetta var svo mikið áfall fyrir þessi úrslitkosningarna að hann hefði staðið upp mjög veiklaður eftir þau. Og þá var eitt sem alltaf vofði yfir, þar sem hann hefur ekki hreinan meirihluta á þingi, að það myndi vera samþykkt vantraust á stjórnina. Og þá hefði getað farið svo að hann hefði orðið að rjúfa þing en við enn verri aðstæður en núna. En það er ólíklegt að ykkur af þessum þremur blokkum nái meirihluta, þannig að það verður ríkisstjórn sem byggir á samningi tveggja. Það er fræðilegur möguleiki alveg á því að flokkur Le Pen nái meirihluta. Já, það er náttúrulega, það er stórkostleg breyting í Frakklandi, eða ekki Einar, það er stórkostleg breyting í Frakklandi. Það er eins og í Ítalíu. Já. Sennilega, En það er ógerningur að vita hvernig það færi, ef að flokkur Le Pen nær meirihluta, þá er alla líkur á því að Jordan Bardella verði forsætisráðherra og þá bíði bara Marine Le Pen eftir því forsetakosningunum næstur og þá ætli hún að bjóða sig fram og vinna. Þannig að Bardella er bara þá til þess að undirbúa kosningu Le Pen. Ég var eins og að ræða ítölsk stjórnmál og þá sagði Ítalinn að það sem gerist á Ítalíu gerist síðar í Frakklandi. Að sömuleyti má segja það að við séum að horfa á það raunverulega gerast núna því að hinni hefðbundnu stjórnmálaflokkar eftirstríðsárana á Ítalíu eru bara horfnir og týndir að mestu leyti. Þeir eru náttúrulega einhver hluti þeirra er ennþá inni í demokrata bandalaginu sem er líka alltaf skiptu nafnani að það er auðvitað að fylgjast með. Og sama má eiginlega segja í Frakklandi að hefðbundna hægrið er eiginlega að leysast upp í inni ágreiningi og svona erindisleisu og sósíaldemókratarnir eru reyndar náðu aðeins að bæta stöðu sína í Evrópukosningunum en voru til þess í síðustu þingkosningum eins og farþegar með Mélenchon og félögum sem eru þá líkari því að vera arftakar kommunistana eða eitthvað sliðs. Að sömuleyti þá eru að horfa upp á það og svo eru svona framboð eins og hjá Macron sem eru svona veit ég hvað að kalla þetta, populísk framboð í kringum einn mann eða eitthvað slíkt. Það sömuleyti eru frönsk stjórnmál að leysast upp fyrir augunum á okkur. Já, þau eru allavega að breytast mjög mikið. Mjög mikið, Og það er gjörsamlega ómögulegt að spá fyrir því hvað muni gerast, Svo standa vinstri menn veikir vegna þess að klofnings. Nú liggur nú við að maður geti sagt að Mélenchon sé orðinn darbítur á flokknum, Hann er öfgamaður í tali
og hann gerði þessi menn segja hafi verið mistök að byggja sína kosningabaráttu mikið á deilunum Gaza, að styðja Palestínum. Það sem aðrir voru svona bleggja blands, þeir vildu ekki fordæma Ísrael of mikið. Og þessi stuðningu í Palestínu, menn að sjálfsögðu túlkaðu sem gyðingahat. Er þetta að sjá eitthvað þarna vinstra megin? Ég var að tala við konur frá stjórnmál og þau voru að segja að vonandi fer bara Mélenchon að fara, þessi gamli kall og gefur fórustuna til ykkur yngri kvenna. Jú, já, það er augljóst að það væri best fyrir vinstri menn að Mélenchon dragi sig nú í hlýja. Hann er náttúrulega komin til árað sinna og eins og vinkona mín sem þekkir vel til sagði mér þá er hann skaphundur og erfiður í samstarfi. Þannig að hann er, eins og ég sagði, eiginlega orðinn dragbítur á vinstrimönnum. Það eru komnir yngri menn sem eru miklu glæsilegri eins og náttúrulega Ruffan, sem hefur alltaf staðið sem mjög vel og mjög skarpur. Og svo er það núna síðasta stjarnan raunverulega, það er Rafael Glucksmann, sem var númer 3 í kosningunum, eftir Marine Le Pen og eftir stjórnarflokki Macrons og það munaði innan við 1% stigi á Glucksmann og flokki Macrons. Sem að fór fyrir sósíalistaflokknum, gamla sósíaldemókrata. Já, hann er ekki fyrir sósíalistaflokkin, hann er fyrir sinn eigin smáflokk en sósíalistar styðja hann. Sósíalistar hafa átt mjög erfitt uppdráttar síðan á dögum Sospans í 1997, eitthvað svoleiðis, mann var ekki. En sem sé þarna að þetta er því að kenna sem ég vildi kalla söguleg svik sósíalista. Þegar að bylting frjálshyggjunnar hófst og fór af stað, þá brugðu þeir til þess að ganga eiginlega að gleypa frjálshyggjuna með húð og hári. Þeir sviku þann málstað sem hefur búin að hafa að marga áratugi og þegar sem sagt að Chirac tapaði kosningum og vinstri menn unnu og hann var að nefna Jospin sem forsætisráðherra og bjuggust menn við og vonuðu að þá væri hægt að stoppa frjálshyggjubylgjuna en það gerðist allt ekki, hann þetta móti þá tók hann upp ekki aðeins frjálshyggjustefnu heldur eiginlega meiri frjálshyggjustefnu en fyrir hennar hafði haft og það sama gerðist með Tony Blair á Englandi. Það var þegar sjálfshyggjubyltingi fór á stað þá var engin alvarleg mótstaða. Og eftir þetta hefur sósíalistaflokkurinn ekki borið sitt barr og svona bættist náttúrulega Hollande við sem náttúrulega átti aldrei að vera í þessu embætti, hann hafði engin bein til að verða forseti og sósíalistaflokkurinn var komin yfir í ekki neitt og þá náttúrulega, hann hefur held ég nokkuð duglegan formann núna en þeir hafa alltaf farið mjög illa út úr kosningum og það eina sem þeir gátu gert, að það var að ganga eitt bandalag vinstri manna, heldarbandalag sem í síðustu kosningum, þá fengur þó nokkra þingmenn kjörna út á því að vera í bandalagi við aðra flokka og núna tóku þeir það ráð að styðja framboð Glucksmanns fyrir sinn eigin smáflokk og hann er mjög góð duglegur, hann talar mjög vel og er mjög skýr. Og Heikar hann talar eins og hreinn vinstri maður. En má ég spyrja, hvernig stendur á því að Mélenchon sem er svona ágreiningur mikill vinstra megin, ekkert síður heldur en hann fær náttúrulega mikla gagnrýni frá hægri. Hvernig stendur á því hann náði þessari stöðu sem hann er þó með? Hvað? Já, hann var náttúrulega afskaplega skelegur og duglegur og sennilega á tímabili eini alvöru talsmaður fyrir vinstristefnu. Þá voru sem stóðsestar dottninir ekki neitt, kommunistar líka, hann var eiginlega eini kosturinn. En hann náttúrulega hefur það elst og nokkuð gamall og svo ergist hver sem eldist. Frakkland er náttúrulega
stórt land og fjölmenn þjóð og þarna eru á sama tíma eins og þú ert að lýsa að uppruni Flokks Le Pen má rekja til Vichy stjórnarinnar og andstöðunar við að gefa allsýr frelsi og við þekkjum svolítið að það svona liggur við að sé svona eins og fasísk taug alltaf hvernig lögreglan mætir að mótmælendum og öðru slíku en svo Frakkland líka mjög frjálslynt og þekkt fyrir það að geta haldið uppi umræðu samfélagið sumleiti var andstaðan við nýfrjálshyggjuna öflugri þar heldur en eiginlega allstaðar í Evrópu er það kannski að sama gerast núna í Frakklandi og kannski í Bandaríkjunum að það sé einfaldlega klofna á milli þessara svona ólíku hugmynda hvert Frakkland á að fara? Já, það virðist vera. En allavega það gamla öfgahægri sem maður segir, það nú þessi menn sem voru með eftir Vichy-stjórninu og frönsku allsýr, þeir eru eiginlega komnir úr leik, það flokkurinn Le Pen hefur stemt að því að ýta þessu mönnum til hliðar. En þeir taka þá upp hægri stefnu á öðrum forsendum. En mér sýnist það að eins og mjög víða þá sé klofningurinn að aukast milli þessara hægri þjóðernis sinna og svo þeirra vinstri sinna sem náttúrulega móti frjálshyggjunni og móti þessar frjálshyggjustefnu. Það má ekki gleyma því að Macron, hann hreinn frjálshyggjumaður. Stefnan núna hrein frjálshyggja, það sé einkavæða allt mögulegt. Núna í áföngum verða einkavæða sem sé járnbrautarkerfið og það hefði verið lýst yfir, það myndi aldrei verða einkavætt og svo alltaf verið að draga úr öllum stuðningi við þjóðfélagsmál eins og ég sagði áðan bæði með ellilífeyri og atvinnuleysi og það kemur í ljós menn hafa ekki veitt þessu athygli að þú að sjá að Macron ríghaldi einhverjar frjálshyggjukreddur sem löngu búið að afsanna. Þegar hann að tala að draga úr atvinnuleysisbótum þá leggur enga áherslu á þann sparnað sem af því muni hljótast en hann verulegur. Hann talar staðir það að með því að draga úr atvinnuleysisbótum þá megi auka atvinnu og koma kannski á fullri atvinnu. Hann trúir því, það útþvældu klísju frjálshyggjumanna að það séu atvinnuleysisbæturnar sem skapi atvinnuleysir. Að menn vilji heldur lifa í vellýstingum praktulegu atvinnuleysisbótum heldur en að vinna. Það er náttúrulega gjörsamleg fjarstæða og margsinnis verið afsönnuð endanlega. En sem sagt þetta kemur oft fram til dæmis þegar hann sagði að atvinnuleysingjar ættu þyrfti hann að fara yfir götuna til að finna vinnu. Og þegar það voru einhverjir atvinnuleysingjar sem voru að mótmæla hvernig stefnunni, þá sagði hann af hverju eru þeir að standa og mótmæla í staðinn fyrir að leita vinnu. Og hann trúir því, eins og frjálshyggjumenn yfirleitt, að sé næg að vinna þá ef menn bara vilji vinna og nenni að vinna. Þetta náttúrulega svo ömurleg klísja, frjálshyggju sem frá 19. öld, þá var þessu haldið fram og þá var þetta rök gegn því að koma á atvinnuleysisbótum. Það voru deilur á Íslandi á 7. áratugnum þegar var að vera að koma atvinnuleysisbótum hér en þá voru maður að lesa þingræður frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem nákvæmlega þetta sem þú ert að segja. Já, þetta er náttúrulega fjarstæða á að eiga menn að halda því fram að kreppu árun stafað á því einhver óskapli letibylgja hafi breiðst út heim. Þess vegna hafi menn verið atvinnulausir. Þessi menn eru ekki bara fóta sig ekki á raunveruleikanum. Þeir eru staddir einhvers staðar út í einhverjum kenningaheimi sem á sér engin rök. En ef við höfum aftur með þetta til Flokks Le Pen, myndur þú segja að það væri flokkur sem að styddi nýfrjálshyggjuleg Ég held að í raun og veru gera hann það Hann vísum gefið sig út fyrir að vera eitthvað félagslegri heldur en aðrir hægri flokkar en í raun og veru held ég hann aðhyllist frjálshyggju Þannig enda með því fær hann stuðning, fær hann fjárhagslega stuðning og það sem hann setur í stað fyrir að leggja áherslu á þjóðfélagsmálin og vanlíðan Frakka þá hann bara að kenna innflytjendum vandamálið og því að einhver
þjóðleg og kaþólsk gildi séu ekki virt nógu mikið. Sko, þarna á bakvið þarna þetta maður sem heitir Bolloré og hefur ofurauðkýfingur sem hefur fjölmiðlaveldi mikið. Og þegar hann að kaupa upp fjölmiðla og eftir það þá kemur þarna áróður alveg lengst til hægri og það var hann sem magnaði Zemmour upp. Já. Og skapaði Zemmour sem pólitíkus. Því hann var eiginlega rithöfundur og blaðamaður áður og þarna hann vildi einmitt koma einhverju bandalagi hægri manna lengst til hægri og það mun vera hann meðal annars sem að hvatti þennan mann úr gamla gólistaflokkum til að ganga til stuðnings við Le Pen. Erik Ciotti. Þannig þarna á bakvið auðstéttir. Í þessu tilfelli held ég þetta sé auðætt sem að má meðal annars rekja auðsinn til nýlendafrakka í Afríku. Það má vel vera. Já. Ég held meiri að segja að þessi maður tengist Íslandi vegna þess að hann á pínundin hluti í félaginu sem keypti eiginlega alla íslenska tónlist þegar hún var seld. Svo hann hvað kallar hann Bolloré. Já, Bolloré. Hann á hlut í fyrirtæki sem að keypti alla íslenska tónlist þegar hún var seld úr landi hérna daginn. Já. Það veit ég ekki. Hann með fingurnar allstaðar. Já. Og sem sagt að hans draumur var að fá alla hægri menn undir sama hatt og þá sem allra lengst til hægri. Hann ramkaþólskur, Bolloré, og frá Britanníuskaga og hann vill halda á lofti þessum kristnu gildum í lengst til hægri. Það litið svo á í Frakklandi að þetta séu gríðarlega mikilvæga kosningar eða litið á þetta sem kosningar sem eru bara svona truflun á daglega lífinu? Nei, menn líta á þetta sem mjög mikilvæga kosningar. Það alveg augljóst og hverju öllu því sem sagt og skrifað. Þannig að verður örlög Frakklands verða ráðin? Já, menn segja það menn segja það segja tveir kostir. Annarkvort að Marine Le Pen nái einhvers konar meirihluta og þá getur hún myndað stjórn og búið sig sjálf undir að vera kjörið forseti eða þá bara hreinlega þingi verði óstarfhæft. Og það verði að Macron verði greinilega í minnihluta en í meirihlutin séu tvö öll annars vegar vinstri menn og hins vegar Le Pen. Þeir myndu náttúrulega aldrei koma sér saman neitt sem eðlilegt er. Til dæmis ein ástæðan fyrir því að engin vantrauststillaga gegn stjórninni var samþykkt hingað til þegar síðan að Macron misti meirihlutann. Hún svo að hægri menn og þeir sem voru lengst til hægri og þeir sem voru til vinstri gátu aldrei greitt atkvæði sömu tillögunni, vantrauststillögunni. Annarkvort lögðu vinstri menn fram vantrauststillögu og greiddu henni atkvæði einir og henni sátu hjá þess að þarna Le Pen eða öfugt. Þetta verður spennandi að fylgjast með þessu og kannski fæ ég að slá á þráðin hjá þér fyrir kosningarnar aftur. Það Jú, þegar að fara kannski eftir fyrir umfyllin eitthvað svoleiðis þar að þú sér til. Já, kæra þakkir Einar Már Jónsson. Og þakka þér fyrir sjálfum. Já, við þakkum Einari kærlega fyrir öllum gestunum sem hingað komu og ég þakka líka Birni Þorláks fyrir að hafa komið hingað og tekið viðtal með mér. Ég þakka líka Laufeyju sem að tók upp og Pétri fyrir að senda út og ykkur þakka ég mest sem að hlustuðuð og horfðuð. Þið breyttuð þessu spjall okkar í fjölmiðlun og þið geti gert meira. Þið geti hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið með að benda vinum og vandamönnum á efni sem að ykkur líkar hér. Ef að fólk kíkir á okkur á Facebook eða YouTube eða á hlaðvarsveitum eða í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu eða sækir útvarpsendingarnar á spilaran.is á netinu og spilarinn líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensk útastöður hvað sem er í heiminum. Við erum komin á
sjónvarpið til þeirra sem á sjónvarpið sitt frá símanum. Það er númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á samstöðuna 24 tíma sólhring 7 daga í vikunar allan ársins hring. Samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það kemur í ljós. En ef þið bendi vinum og vandamönnum á efni og þessa staði þar sem hægt að sækja efni frá samstöðinni, að þá stækkar dreifikerfi okkar. Þannig virkar samfélagsmiðlar og fleira. Samstöðin hefur byggst upp hingað til af góðri afspurn og samstöðin hefur líka byggst upp af stuðningi þeirra sem að horfa og hlusta á þættin okkar. Sumir þeirra hafa gerst áskrifendur, lagt 2500 krónur til á mánuði. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir 2500 krónur, þú mátt borga meira ef þú vilt og þau sem kjósa geta láta áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Það eru svona 40.000 manns sem að horfa á þættina okkar einhver tíman vikunar. Af þeim hafa tæplega 1300 manns gerst áskrifendur. Markmið okkar eða leið okkar til þess að vaxa og dafna er að fleiri af áhorfendum og áheyrendum sláist í hópinn og leggji til uppbyggingar samstöðunar. Það sem okkur dreymir núna er að hefja hér svona útsetningar á fréttayfirliti með haustinu og við erum eiginlega að safna kjarki og kjarkurinn kemur eftir því sem áskrifendum fjölgar. Þannig ef að þú ert kannski búin að ákveða fyrir löngu síðan að slást í hópinn og leggja samstöðinu til áskrift, þá hveti ég til þess að láta verða af því sem fyrst. En þetta er komið nóg í kvöld. Ég ætla að þakka fyrir mig. Ég verð hérna næst á morgun klukkan 4 að þá hefur við föstudagsþáttinn okkar sem við köllum vikuskamt, þar sem að ég fæ fólk hingað að rauðaborðinu til að fara yfir fréttir vikunar. Það eru yfirleitt alltaf líflegar og fjörugar umræður og hveti ykkur til að fylgjast með því. En annars segi ég bara góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.